Maggi, hvaða lið verður meistari? Breiðablik. Tómas? Ég ætla að segja það sama. Ég held að Breiðablik vinni. En annarsætið? Annarsætið verður IBF. FH. Já, þar höfum við það. Takk frá breytingunum á liði Blikana. Hér sjáum við lið Stjörnunnar. Bjarni Þórður í markinu, Tryggvi Bjarnason, Björn Pálsson, Daniel Axtal fyrirliði, Halldór Orri Björnsson, markahæsti leikmaður Stjörnunnar, Bjarki Páll Eysteinsson, Þorvaldur Árnason, Hilmar Þór Hilmarsson, Ólafur Karl Finnsen, Arnar Már Björgvinsson og Viðar Þorvarðarsson sem kemur inn. Sama Atli Jóhannsson fer á bekkinn, held að sé middur. Hér sjáum við lið Blikana. Það er breytingar að Finnur Orri fer í miðvörðinn, Ingvar Þór Kali í markinu, Elvar Freyr verður í miðvörðinn með Finni, Kristinn Stendorsson, Haukur Baldvinsson, Olgi Sigurgjórsson, Guðmundur Kristjánsson, Jökull Elisabethsson, Kristinn Jónsson, Arnór Sveinn Aðarsteinsson og Andri Rapp Jómann sem kemur inn í liðið þegar komið fram hverjir í banni hjá Blikunum. Guðmundur Pétursson er tengmiddur og Guðmundur verður frá í heilt ár, talaði liðið þaðan og á enn eftir að fara í aðgerð. Blikarnir í hvítum treyjum, Stjörnumenn að sjálfsögðu í sínum bláum. Leifur Garðarsson, svona fín tilfinning fyrir þessum leik. Miklu stærri leikur hjá Blikunum en Stjörnumenn vita það að þetta hefur kannski ekki alveg gengið vel á síðkastið, ekki unnið í 5 síðustu, tapað 4 í röð og þeir vilja komast frá mótinu með reisn. Það klárlega munu Stjörnumenn að gefa allt í þennan leik. Það er enginn að segja með það að þeir séu að fara að spila hér með hangandi hendi. Þeir vilja, eins og segir Arnar, klára mótið með sæmd og gera það vel og þeir eru hérna heimavelli sem að þeim gengur yfirleitt vel á og þó menn séu að kasta upp einhverju tölfræðum það að Stjörnumenn vinni ekki mikið í lok móta þá er þetta svona stór leikur fyrir þá líka þó að þýðingin sé kannski eilítið öðruvísi. Og það er athyglisvert þegar maður lítur á liðin að það er mikið skorað hjá þessum liðum. Þetta eru lið sem að skora mörg og athyglisvert að í leikjum Stjörnunnar hafi verið skoruð 81 mark eða 3,85 á meðaltali og tölfræðing segir okkur það að við ættum að fá 1 eða 2 mörk í þessum leik. Ég held að á þessum velli Arnar þá er alltaf markaveisla og ég held að það breytist ekkert í dag. Þetta eru 2 mjög hraðskreið lið ef þetta er orðað þannig og það kannski öðruvísi fyrir Stjörnuna núna sem hefur kannski legið oft tilbaka og komið svo á fullri ferð í böttina gegn andstæðingunum að liðið hinum einn, Blikarnir, eru með geysilegan hraða fram á við og gervigrasið hendar þeim bara alls ekkert illa. Nú Stjarnan í fyrstu 9 leikjunum skoraði Stjarnan 20 mörk, fengi á sig 13 en í 5 síðustu leikjum við liðið aðeins skoraði 7 mörk, fengi á sig 16 en við mögum heldur ekki gleyma því að það vantar Steinþór Freyr Þorsteinsson sem að auðvitað var prímusmótorinn í svona sóknaraðgerðum Stjörnumanna framan að leikjum. Já, Stjörnumenn þurft að breyta liðið sínu lítið og sjá nú að Dennis Dandi hann að koma á varmannabekkin og myndist á Atla Jó sem er kannski lítið meiddur og þetta er reynslu boltar og athyglisvert náttúrulega hversu margir ungir leikmenn eru að leika í þessum leik og það er náttúrulega bara skemmtilegt og skemmtileg þróun sem orðið hefur í boltanum undanfarin ár. Ég held að séu 10 leikmenn sem að byrja þennan leik sem eru 21 árs eða yngri, Blikarnir með 7 leikmenn sem að eru í þeim hópi 21 árs og yngri, gríðarlega unglið en þetta eru strákar sem hafa fengið sína elskir. Leikurinn er hafinn, viðureign Stjörnunnar og Breiðabliks á Stjörnuvellinum. Þetta er Arnór Sveinn Aðarsteinsson, einn af leikreyndustu mönnunum í hópnum. Jökull Ingi Elisabethsson sem kom frá Víkingi hefur styrkt liðið gríðarlega vel, smellpassar inn í þetta, útsjónarsamur, flinkur og hefur reynst Blikum heldur betur góður fengur. Arnór, Elvar Freyr Helgason, Jökull Ingi Elisabethsson. Stjörnumenn líka hér vel tilbaka. Jökull með sendinguna á Olgi sem er fyrirliði liðsins. Hann inn á Andra Rapp Jómann en Stjörnumenn koma þessum bolta í burtu. Já, fyrstu mínúturnar sjálfsagt ansið tauga strekkjandi fyrir Blika. Kristinn Stendorsson búinn að spila, búinn að skora 12 mörk og hann er búinn að skora í 9 sigurleikjum í hvorki meira en minna. Þegar að Kristinn skorar þá tapar Breiðablik ekki. Það sem meira er að hann hefur skorað flest mörk sín á útivelli. Hér er mikið barátta, Kristinn er betur, kemur knættinum á Jökull og Jökull stingur hann tilbaka á Elvar. Blikarnir byrjaði þetta ágætlega að halda boltanum vel innan liðsins. Það var Arnór hægri bakvörður. Jökull, Stjörnumenn horfa vel tilbaka. Kristinn rennir boltanum á Finn Orra. Finnur Orri aðeins 19 ára gamall, spilaði fyrsta leik sinn í deildinni á móti Keflavík fyrir 2 árum. Leikinu sendi
sendingin upp kantinn og Stjörnumenn ná að bæja þessu frá í bili. Daníel Laxdal fyrirliði og hér aukaspyrna. Og talandi um 5 ára Margeirsson 19 ára gamlan, hann byrjaði inná á móti Keflavík á Kópavogsvelli og spilaði þá við hliðina á Sertan Gasic. Og ég man það að hann virti svona eðlilega töðuóstyrkur hvað 17 ára gammal, en hann endaði leikinn með hann var eiginlega maður leiksins því að hann tók þessi stóru skref strax í fyrsta leikinn. Já, Finnur náttúrulega geysilega öflugur leikmaður, hann nánast kominn frá því að vera efnilegur, þú veit á hann mikið inni, hann er mikið efni en hann góður leikmaður, hann spilar boltanum geysilega vel frá sér og það það sem að kannski breytist aðeins í leik Blika í dag það að Kári svona stór og stæðilegur miðvörður en á móti fá þeir aðeins minni mann sem betri á boltanum og þar alvegandi fá þeir vantilega betra spil úr öftustu línu og það hendar einmitt vel á gerfugrassinu. En svona þitt mat á að Alfreð Finnbogason skuli ekki spila, hverju breytir það? Það eftir verra, þeir eru kannski ekki með eiginlegan framherja sem góður að spila með baki í markið, heldur svona nánast 3 vængmenn núna ofalega á vellinum en þeir eru báðir allir 3 geysilega fljótir og þeir munu vera með mikil stöðuskipti þannig að þetta kryddar bara leikinn enn frekar. Hér er löng sending fram, Víðir Þorvarðarsson er þarna nr. 29, hann kemur úr Vestmannaeyjum, þetta er ungur strákur, bróðir Gauta Þorvarðarssonar sem að spila með Eyjamönnum. Hér er það Guðmundur Kristjánsson sem vinnur boltann og það Andri Rapp í menn og Andri stingur boltann hér á Kristinn með Tryggva í bakkinu og Tryggvi hefur betur, Tryggvi kemur boltann fram, frábær sendingi fyrir þetta er ástæða. Sjáum kannski þarna aðeins Arnar, hann fær Kristinn Steindorsson boltann í fætunar með baki í marki og Tryggvi étur á honum boltann. Það er þetta sem Alfreð Finnbogason gerir geysilega vel fyrir Breiðablik, hann stingur sér í hóluna, fær boltann og hleypir vængmönnunum inn í leikinn og það er það sem að Blikar verða að leysa með öðrum hætti núna og Kristinn þarf svona að spila kannski aðeins öðruvísi, hann þarf að detta aðeins dýpra og hleypa Olgeiri aftur inn fyrir sig og Andri Jómann og Haukur Baldursson að taka breytina. Já, ég kemur sendingi fram en Stjörnumenn að stíga hér hraustlega inn í leikinn og hér er með boltann. Arnar Már Björgvinsson kemur inn í liðið og þessi sending hér fram á við og gríðalegur kraftur hérna. Bjarki Páll Eysteinsson með sendingin fyrir og Ingvar út úr markinu og þarna mátti ekki miklu muna. Stór hætta hér á 4. mínútu og þarna voru Stjörnumenn sannarlega nálægt í að skora fyrsta marki. Já, þeir komast þarna upp í hornið og ná fyrirgjöfinni. Það er náttúrulega eitthvað sem Blikar verður að reyna að stöðva og Elvar tekur enga áhættu. Inga Karl er að koma út úr markinu en Elvar tekur að sjálfsögðu enga áhættu og skóplar þessu frá markinu. Hornspyrna sem að Stjarnan fær boltinn hérna inn á teginn, þetta er skallaði burtu. Það gerir Elvar en síðan kemur skoti og það er vel yfir markið. Stjarnan, Árborg-Stjörnur á heimavelli þeir hafa unnið 4 leiki, 15 stig en Breiðablik á útivelli hefur náðið 23 stig, unnið 7, gert 2 jafntefli og tapað 1, markatalan 25-13 á útivelli. Þannig að Blikarnir hafa verið öflugir þar. Og þá kemur Arnar Már með þennan skalla, hann er fullfastur og Ingvar nær boltanum aftur. Ingvar rennir hér nettinum á Elvar Helgason. Þá Finnur Orri, sendingin ekki alveg nákvæm og Kristinn Jónsson, þarna sáðu kannski dæmileifur það að spennan er mikil. Já, klárlega spennan mikil og auðvitað viltu líka hafa smá fyrirlt í maganum ef þau væri ekki, þá væri eitthvað þannig að auðvitað þessi ungu menn þeir eftir að komast í gegnum þessar fyrstu mínútur, láta boltan flæða þess að milli sín og þá á þetta ekki verið neitt vandamál. Hér er Halldór Orri í baráttunni og Elvar tekur enga áhættu, þrjum á boltanum í burtu upp í stúku. Þorvaldur Árnason, Þorvaldur mjög leikreyndur og ætti að hjálpa Stjörnumönnum í þessum leik. Bjarki Páll Eysteinsson kastar boltanum inn, Halldór Orri, Blikarnir sparkaði þessi burtu. Leikurinn aðeins tekið svona pílnýttum breytingum þessa síðustu mínútu. Blikarnir byrjuðu með boltan, held honum vel, Stjarnan varðist, beið átekta og þeir komið sér vel inn í leikinn aftur. Þorvaldur, Halldór Orri með Kristinn Jónsson í fanginu. Ólafur Karl Finnsson að reyna að snúa og boltinn út af og það eru Stjörnumenn sem að eiga íkastið. Stjarnan hefur aðeins spilað 1 leik á þessum velli á þess að ná að skora. Það var gegn IBF sem við töpuðu 2-0. Hér er það Arnór.
frá Haukur Baldvinsson. Haukur gríðarlega skemmtilegur og sjá hvað hann áræðin fyrir hérna auðvitað frá hjá varnarmanninum. Tekur sprettinn, er fljótur, skotfljótur og heldur boltanum glæsilegur sprettur. Ætlar að stinga boltanum inn fyrir en Daniel Laxdal nær boltanum. Gríðarlegur góður sprettur hjá. Frábær leikmann. Haukur Baldvinsson hefur risið í þessu Íslandsmóti. Eflaust hraðast allra leikmanna Breiðabliks. Hefur stigið geysilega skemmtileg upp, var ekki fastamaður í þeirra liði í upphæði móts en hefur núna þegar liða tekur á móti verið einn lykilmaður liðsins og þannig að lág honum einfaldlega ekkert á að gefa boltan en þetta er bara að fara nær og ráðast á varnarmenn Stjörnunnar. Haukur Baldvinsson skoraði fyrsta mark sitt á móti Grindavík á Kópavogsvellinum í 9 marka leik þegar að Grindavík sigraði með 6 mörkum gegn 3 fyrir 2 ránum í maímánuði. En hann er búinn að skora 3 mörk í 19 leikjum á þessu Íslandsmóti. Það var Andri Rabióman en búið að dæma rangstöðu. 2 lið ekki skoraði í deildinni í sumar á þessum velli, Grindavík og Keflavík. Og eins og við gætum að Stjarnan skoraði í öllum sínum leikjum hér að einu leik undanskiptum þannig að þegar IBVF sigraði. Blikar skoraði í öllum 10 útileikjum á þessu Íslandsmóti 25 mörk eða 2,5 mörka meðaltali þannig að tölfræðin er svona sýnir okkur það að Blikarnir skora. En hér er það Jökull, hann stíkur boltanum, Daniel Laxdal, Daniel stígur fram úr vörðinni, síðan kemur sendingin inn fyrir Andri Rabióman á fullri ferð og Bjarni Þórður sparkar boltanum hérna fram á völlinn. Arnar Már Björgvinsson kemur boltanum fram á við, Finnur skallar hann, Guðmundur Kristjánsson tilbaka. Finnur rennir hún hér á Jökull yfir til Arnór Sveins Aðarsteinssonar. Koma Blikarnir, Stjörnumenn gefa þetta pláss, leyfa þeim að leika boltanum hann þessi í milli í öftustu vörn. Ólafur Karl Finnsson þarna einn frammi. Elvar Freyr, hann sendir boltan hérna fram á við en þetta er fast fyrir Olgeir Sigurgeirsson sem er gamli maðurinn í hópnum hjá þeim. Hann er 28 ára þannig að það er ekki aðaldur á fótboltanum. Nei, þá eiga menn nokkur ára eftir. Við sjáum þarna Arnar við þessi sending frá Elvari. Þetta er kannski einu vandar sendingun sem ég talaði um áðan að Alfreð hefur dottið úr fremstu línu inn í hóluna, fengið boltan þar og hleypt öðrum mönnum inn í leikinn og þeir þurfa að finna þessa mittisendingu. Gervigrassið og bleytan étur einfaldlega upp svona sendingar. Já, brotið á Halldór Ára Björnssyni og aukaspyrna sem að Stjarnan fær. Hér átökinn Guðmundur Kristjánsson kallar nú ekki á önnu sína þegar kemur að ná í. Já, við mistum aðeins mynd í Garðabænum en við erum að sjá hérna frá Laugardalsvelli Fram FH þar sem að bæði lið hafa byrjað býsna vel og framararnir er nokkuð vængbrotnir, þá vantar 4 sterka leikmenn, Jón Guðnar Fjólusson, Tillim Bræður og Ívar Björnsson. Þeir eru í leikbanni en Pétur Viðarsson er í leikbanni hjá FH. Hér er Guðmundur Sævarsson sem er búinn að vera meiddur í síðustu leikjum og hann er hér með boltan en framararnir eiga smá möguleika á 4. sætinu en það er nú litlir möguleikar en við ætlum að skipta aftur yfir í Garðabæinn. Kristjánsson og Andri Rabióman, Andri nær honum. Já, það er eitthvað smá vandræði með myndina í Garðabænum en það er bara rétt að segja það hér strax að staðan hjá Fram á FH er 0-0 og hér er hörku skot hjá Frömmurum en Gunnleifur Gunnleifsson ver þetta örugglega. Þá ætlum við aðeins að skipta til Keflavíkur þar sem Eyjamenn eiga hornspyrnu og við sjáum þetta hér. Það er mikill rok og rigning og hér fer boltinn þvert fyrir markið en aftur fyrir og þetta er markspyrna frá marki Keflvíkinga. Finnur Ólafsson og Tryggvi Guðmundsson í leikbanni hjá Eyjamönnum, James Höst farinn af landi brott. Þannig að þeir eiga vissulega mikla möguleika þeir vinna sinn leik og Blikar gera jafntefli þá verða Eyjamenn Íslandsmeistarar. Og hér eru Keflvíkingar Haukur Ingi Guðnason og hann fellur hérna. En Jóhannes Olgeirsson dómari, hann dæmir bara markspyrnu. Það er rífandi stemming í Keflavík og
Eyjamenn hafa fjölmennt upp á land og að sjálfsögðu sem eru búsettir hér á fastalandinu. En við erum í smá vandræðum með myndina frá Stjörnuvelli en það skiptir engu máli. Við sjáum hérna hvað er að gerast á hinum völlunum tveimur. Hérna Lassi Jörgensen að spyrna frá. Það er svona tiltölulega rólegt á Laugardalsvelli eins og er. Rólegt yfir þessu. Keflvíkingar hafa verið meira með boltan hérna á þessum uppáhaldsmínútum. Eyjamenn leigir nokkuð tilbaka eins og þeir hafa stundum gert í sumar en beitt síðan gríðarlega eitruðum skyndisóknum. Þarna eru Keflvíkingarnir. Þetta er Hörður Sveinsson en hann tapar boltanum. Það er náttúrulega smá vandræði líka með linsuna hjá okkur og það er rignir beint upp í ljósopið og þannig að hljóð er einnig svona nokkuð brotið. Hér er Andri Ólafsson fyrir Eyjamenn. Spilað vel í sumar Andri. Og þarna reynir hann að finna Þóran Inga, nær hann að halda honum inn á. Nei, boltinn út af væntanlega verið að dæma aukaspyrnu en við ætlum að skipta yfir í Garðabæinn aftur. Inga Kalli sé komin í íslenska landslagshópinn, hann er að standa sig geysilega vel í svona. Hér er það Haukur Baldvinsson, hann lætur vaða markið en Bjarni Þórður vandalumvaxinn milli stanganna og þeir hér. Þetta er áhugaverkefni að í mörgum liðana í dag eru Ingvar Þór Kali öðrum meginn sem er nú Víkingur á upplægi og Bjarni Þórður Halldórsson hinum meginn sem var fengið til Víkings þegar Ingvar Þór Kali meiddist og var svo skila aftur í Árbæinn að því loknu þannig að þeir svona hafa fengið það eitthvað kappi markmannstöðuna hjá sama félaginu. Já, við hins vegar tökum það ekki að Ingvar Þór Kali, hann er að þýkast mættulega. Hér kemur sendingi fram á við frá Arnari Má, Elvar Freyr rennir boltanum tilbaka á Ingvar. Já, Elvar. Blikarnir ekki náð sínum takti. Hvað setur núna? Hér er Elvar með boltan, rennur hérna fram þá Kristinn Steindórsson. Kristinn fer hérna auðvitað fram í varnarmönnum, frábær sending, Arnór er komin upp en góður varnarleikur hjá Daníel Laxdal. Þetta er náttúrulega sem Breiðablik gera geysilega vel. Arnór Aðalsteinsson er náttúrulega magnaður í því að koma í framhjáhlaupið og stinga sér inn fyrir vörnina og þarna gerði Kristinn Steindórsson nákvæmlega sem ég var að tala um á. Hann datt aðeins úr fremstu línu og fekk samherjana inn í leikinn þannig. Góður varnarleikur á Daníel Laxdal. Hér kemur innkastið og Tryggvi og Kristinn. Hann er ekki valda á boltanum og Stjörnumenn bæja þessu í burtu, koma knettinum frá. Ólafur Karl Finnsen og innkastið eiga Blíkar. Gunnar Jarl Jónsson með það á hreinu. Elvar Jökull. Kemur Finnur Orri Margeirsson, hann á Kristinn Jónsson. Kristinn verið með frábæra fyrirgjafir á þessu Íslandsmóti og hér kemur sendingin inn á teginn og Daníel og hennan skalla. Daníel Laxdal með fínan leik það sem að er. Bjarki Páll með sendingur fram og Ólafur Karl Finnsen inn í baráttunni og Finnur missir á honum en félagi hans í vörðinni Elvar kemur knettinum á Ingvar Kali sem hann skilur aftur á Elvar. Svona þessi leikaferð Stjörnunum að bíða áttækt að leiða Blíkonum að vera með boltan í öftustu vörð. Þetta hefur dugað ágætlega hingað. Já, þetta er bara þeirra aðferð hér á þessum velli að líka eftir baka og þeir eru með mjög fljóta menn fram á því. Þeir eru með Halldór Orra sem er svona í hólunni fyrir aftan Ólaf Karl Bilsen og svona Arnar Björgvinsson hérna hægra megin og hann er öskufljótur og þeir eru náttúrulega klárlega að narra Breiðabliksmenn aðeins út á völlin og nýta sér hólundar á bakvið og fá boltan þangað. Fjórðungur er búinn, hér kemur sendingin, löng sending fram en þetta er allt og hátt og nokkuð sending frá Alvari. Já, ég held að Blikar þurfa kannski aðeins meira að fá boltan á Finn Orra hérna í öftustu línunni að hann er sterkari á boltanum heldur en Elvar og það er vænlegra til árangurs fyrir Breiðablik að Finnur Orri byrji í uppspilið hjá þeim. Stjörnumenn með innkastið, Halldór Orri, spurning hvort hann var komin hann út af, nei, ekki að mati aðstofadómar aðstofan. Sem komur að hendi þarna en svo er ekki áframhendur leikurinn og sjáum hér Ólaf Karl Finnsen, hann tekur sprettinn, stingur boltanum út á Víði og bakir í Víði Þorvarðarsson. Hann leggur hér til allu við Arnór Svein og Arnór Svein hafði þetta betur.
Elvar á Jökull á Kristinn út í kantinn, vel spilað Olgeir komið út í kantinn og maður ekki valda á boltanum. Sjáum að það mikill sviskrekkur í liði Blika eðlilega því að þetta þó svo menn reynir nú að halda því fram að þetta sé nú bara venjulegur deildarleikur en svo nú ekki leikur. Nei, alls ekki, það reynir verulega á taugarnar og svona sjálfströðsli þarf að vera í góðu lagi þó menn ná í góðum leik í úrslitaleikjum. Kynni boltinn tilbaka og Bjarki Páll Arnar Már upp í hornið en sendingin fer af leikmanni Breiðabliks út af og Stjörnumenn taka kastið strax. Arnar Már og þeir verða að passa sig á að gefa mikið tíma þarna. Þetta skot auðvitað varðið Ingvari sem fljótur að koma boltanum á Arnór. Arnór með ranga sendingu fram og Haukur tekur sprettinn og hér má ekki miklu muna. Daniel Laxdal gríðarlega öruggur hann í vörninni. Góður á boltan Daniel og á hérna sendinguna fram. Halldór flott sending. Halldór Nærón, hann með sendinguna. Kristinn skallar hann og það eru Stjörnumenn einfallega náðu ekki boltanum. Andri Rapp Jóman undan í knöttinn. Jökull leggur boltanum tilbaka á Elvar saman varna með því að líkum eru mikið með boltan en mér skilst að síðu tíðind eitthvað staðar. Við erum að fylgjast þetta með leik Fram og FH. Hér Ólafur Páll Snorrason komin inn í vítatið Framara. Hann fer fram hjá varnarmanni Fram og sendingin fyrir markið og FH-ingar vilja fá vítaspyrnu. Kristinn Jakobsson fúlsar við því, dæmir ekki neitt og FH-ingar fikkur síðan hornspyrnu sem ekkert varð úr. Dagsins eðlilega í þessari lokaumferð. Hér eru Stjörnumennir að ná ekki boltanum, sendi ekki hérna fram og Tryggvi missir hérna boltanum. Andri Rapp nær hann að refsa þeim. Bjarki Páll á 11. stundu og gerir þetta vel. Bjarki Páll heldur þarna, skýlir þarna boltanum og nær að sparkunum Bjarki þarna sáir. Gervigrasið kannski lefur, kannski dæmigert atviksingli getur gerst á svona velli. Já, nákvæmlega gervigrasið, það allt rennandi blautt. Það vindur hér þvert á völlin sem að breytir svolítið hraða knattarins þegar hann lendir í grasinu og ef einbeitingin ekki alveg fullkomin þá náttúrulega getur farið illa. Líka með innkast og Daniel Laxdal að þennan skalla. Halldór Orri tekur boltan með sér. Halldór Orri gríðarlega fljótur og áræðinn 13 marka maður á þessu Íslandsmóti. Arnar Már Björgvinsson, hann skotfljótur og Jökull eftir hann og Jökull hér í baráttu við hann og Arnar inn og komst það hjá honum og boltinn af Jökli og aftur fyrir endamörk og þetta er hornspyrna. Já, það er ekki að sjá að annað þessar liða sig ofur á töflunni því að þetta er gríðarlega jafnt og Stjörnumenn sína Blikum enga virðingu. Nei, og eru bara mjög beinskeyttir og þeir eru náttúrulega hraðir fram á við líkt og Blikar eru og svo er það fyrstu leikadriðin og nú kemur Hotn og Tryggvi Bjarnason komin upp og stóri kallar hann að sjá hvað gerist. Svo kemur boltinn úr teginn og Ólafur Karl Finnsen og allar er liftormand inn á teginn og Ingvar í baráttunni. Hann búið að veifa boltinn út af og þetta er hotspyrna. Hotspyrna sem að Stjarnan fær. Sjáum Arnar Stjörnumenn er að þrýsta knettinum langt með vellinum í hotspinnunum inn í pakkan og átt að koma með hlaup á næstöngina og spurning hvort reynir svo einu sinni að lifta honum aðeins á fjæri sem að Tryggvi lúrir. Já, sjáum hér Tryggvi hérna í baráttu. Elvar Freyr fylgir honum og Elvar er þokkalega stór og góður skallamaður. Það er skott að hafa auðvun á Tryggva. Hér kemur boltið fyrir Ingvar, missir að boltanum og boltið rétt yfir markið. Enn eru Stjörnumenn nálægt því að skora hér á heimavelli gegn Íslandsmeistaraefninu. Já, nákvæmlega sem vorum að tala Arnar, þeir voru búin að þrýsta boltanum á næstöngina í hotnunum og undan en þannig að lifta þær boltanum á bjagstöngina og Ingvar Kalli missir af knettinum og Þorvaldur Arnarsson er í kjörstöðu við að skalla knöttin í markið og þannig var bara glutruðu þeir upplöðu færi Stjörnumenn. Já, hér erum við aftur komin í samband við Laugardalsvöll og það eru FH-ingar sem eru í sókn, Ólafur Páll Snorrason. Og hann kemst upp að endamörku, sendir fyrir markið og Atli Guðnarsson með skalla í stöngina. Og Ólafur Páll þetta er ekki búið og framararnir, búið að flauta þarna en FH-ingar nálægt því að ná fórustu. Guðmundur Kristjánsson og Kristinn. Þetta er hotspyrnan. Hér eru að sjá hvað Blikarnir gera núna, nú fá þeir möguleika. Blikar hafa verið með ýmis afbrigði af sínum hotspinnum líka í sumar og hafa
gjarnan líka tekið stutthorn, þeir eru með litla spræka menn fram á því sem hafa skotið sér út úr pakkanum og komið í stuttahorni, þannig að Vindáttin er hagstæðið að snúa boltann einfaldlega í átt að markinu. Það er Jökull Ingi Elísabetharsson sem tekur þetta horn og boltinn hér inn á tegin og hér svífur hann og Bjarni Þórður slær hann í burtu. Arnar á þennan skall, ágætt í skallið að hvað og Haukur hann í tækningunum, þetta er aukaspyrna. Þarna sýnt hann Sólan hérna og aukaspyrna. Leifur, rétt er hann. Alveg hárréttur dómur. Gunnar Jarl með þetta gessanlega í vasanum hérna og Tryggvi setur Sólan hann á móti og lyftir fætinum og Haukur Baldursson á enga möguleika og skiljanlega þorir ekki að fara að láta vaða í gott. Aukaspyrna og ekkert annað. Kristinn Jónsson, vinstri fótamaður, Bísín undir að taka þessa spyrnu. Gætu líka rendan hérna yfir til okkar Arnar yfir til vinstri þar sem að Jökull lúrir og svona skot vinkill Jökull hérna megin er mjög góður líka. Gunnar Jarl gefur merkjum að þeim við taka þessu aukaspyrnu. Kristi með skotið. Haukuskot á Bjarni Þórður ver. Frábær skot hjá Kristi Jónssoni og þarna mátti ekki miklu muna en þetta var vel varið. Já, hann líkilatriði í þessum aukaspyrnum og sjálfsögðu að hitta markið og ef þú ert ekki að skora að fá þá allan vörslu frá markmannum og þetta er náttúrulega tiltölulega beint á Bjarna Þórð enga síður gott skot hjá Kristi en Bjarni er nú það öflugur markvörður og hann lætur svona bolt ekki fram í sig fara. Þetta er 59. deildarleikur Kristins og hann hafði þarna getað séð fyrsta marksitt og fagna því. En hann hefur verið að taka fínar hólspyrnur, hér kemur boltinn inn á tegin og Elvar missir á honum og boltinn aftur fyrir endamörk og þetta er útspark frá marki Stjörnunnar. Aðeins erfiðar að taka hólspyrnunar. Hér erum við í Keflavík í sókn. Staðan er 0-0. Og hér er Haukur Ingi og Alan Sútey með sendinguna fyrir markið og hér er Hörður Sveinsson og klaufalegt mark. Albert Sæmundsson lærir ekki að verja þetta. Hörður Sveinsson er búinn að ná fórustu fyrir Keflavík. Staðan orðin 1-0 og Keflvíkingar með 1-0 fórustu á móti Vestmannaeyingum. Hér er aðteklislega tíðindi þarna, hér kemur boltinn tilbaka og Finnur Orri kemur boltanum á Elvar hér út í kantinn. Arnór, Jökull og Stjörnumenn bíða bara á þetta einu svo gamma þarna inn á eigin vallarhelmingi tilbúinu til þess að hirða slaggasendingu. Finnur Orri, Elvar Það var gefið sér tíma nú, lyftir hann boltan hérna fram og við en þessar sendingar hafa ekki skilað miklu hingað til og við erum að sjá kannski sóknarleik Breiðabliks pínulítið vængbrot. Já, hann náttúrulega vantar einn besta leikmann Íslandsmótsins í sumar í fremstu línu. Alfred Finnbogason er náttúrulega frábær framherji og hann hefur verið að taka þessa bolta. Hann er að koma úr fremstu línunni, fá hann og fá aðra leikmenn inn í spilið með því að leggja hann í gegn á Hauk, hægra megin, Kristinn Steindorsson vinstra megin eða tilbaka á hlaupandi miðmann. Þannig að Blika þurfa að leysa þetta betur en þeir hafa gert fram að þessu. Já, hér er sendingin út í kantinn og boltinn tilbaka. Elvar. Það er boltinn hérna á Finnara og Finnur inn á Jökull. Það er hérna ágætis pláss. Jökull sendir boltan hérna á Guðmund Kristjánsson. Elvar. 25 minútur búnar og Stjörnumenn 8-0 hættulegri færi. Þetta skot úr aukaspyrnu frá Kristni Jónssoni sem hefur ógnað markinu hjá Bjarna Þórði. Jökull. Andri Rapparn í baráttinu en Stjörnumenn vinna þarna boltan. Elvar. Þitt mat á leiknum Leifur þar sem aður? Já, þetta er náttúrulega tiltölulega rólegt. Ef eitthvað eru Stjörnumenn búin að skapa sér hættulegri möguleika. Kannski eitt auðafærið Þorvaldur Árnason að fjárstöngin á þenn eftir hotspyrnu en Blikar eins og komst inn á sjálfur Arnar, þeir eru yfirleitt rólegir svona fyrsta hálftíman og láta sér til sín taka. Þannig að mér sýnist ef það er upplegg að þá er það upplegg í klárlega í dag. Hér er Kristinn Jónsson með boltan, yfirvegaður og rólegur, sendar á Guðmund Kristjánsson, hann leggur til allegu, Halldór Orri fylgir honum og Guðmundur rennir boltanum út af. Hér kannski sjáum við enn og aftur út allt
fullt á svona litlum andartökum sem að vinna á móti Blikunum. Já, þeir eru ekki alveg að ná að leysa þeir koma inn upp í síðasta þriðjungin, leysa sóknarstöðunar og það er kannski líka út af því að þeir eru að hlaupa eins og mikið með boltan þeir sem að nálgast vörnina og þurfa að láta boltan gangi einföldum þríðningum og stinga sér undir. Ég bendi það nú aftur á þá tölfræði að Blikarnir hafa verið miklu öflugir í seinni hálfleik í leiknum sínum. Þeir hafa skorað miklu fleiri mörk þar, 35-12 í fyrri hálfleik. Hér er það Guðmundur. Hann stíkur boltan þetta fram, frábær sending og hér kemur Haukur og Daniel með honum og Daniel, vel gert hjá Daniel Lagsdal. Hann er alveg gríðarlega öflugur Daniel Lagsdal, þetta gera þér. Frábær varnarleikur og við erum að tala um það að hann kemur sending á milli miðvarðar og bakvarðar og Haukur Baldinsson, hann er nú ekkert lamba að leika sér við hraðalega síðan en Daniel Lagsdal fylgdi honum allan tíman og vann knöttin á endanum, frábær varnarleikur. Já, Daniel er búinn að leika vel það sem hafa verið þessum leik, örugur hérna í vörðinni, skemmtilegur á boltan. Það er Kristinn Jónsson sem að býrsindur að taka hotspítuna. Elvar Freyr lúrir, Elvar skoraði sitt fyrsta mark og gerði það daginn á móti Selfossi. En þetta gerir Bjarni Þórður vel, sló boltan í burtu. Já, við sjáum við Alda Gunnlaugsson að skora víti. Alda búinn að spila með svo mörgum liðum að það eru 80% líkur að hann hefði spilað með mótherinn. En hann klikkar ekki úr víti næst fyrir 2015 eða eitthvað. Ég og Selfoss er yfir Viktor Rúnar þannig að það er verið að skora. En ekkert mark komið hér í Garðabænum þar sem að 27 mínútur eru búnar. Kristinn Jónsson á Kristinn Steindórsson og Kristinn fær boltan aftur. Nú fær hann plássi, Kristinn gefur sér góðan tíma og kemur með sendingunni fyrir markið og Olgeir skallar boltan út og Kristinn Steindórsson með skotið og boltinn í Daniel Lagsdal. En líkast til að Bjarni Þórður komið fyrir þetta skot en Daniel Lagsdal hafði ekki hugmyndu það og sjáum að þeir horfa hér hvort á annan og brosaði þessu og það er flott. En líklega besta upplegg líka í leiknum hingað til. Fengur boltan út á vænginn, fyrirgjöf Olgeir skynsamur, skalla boltan í hlaupaliðinni á Kristinn Steindórsson sem kemur ágætis skoti á markið og það besta sem Blikar hafa gert hingað til. Það er aftinnan og Bjarni Þórður en að brosa þessu allir gjaðan og tekur brosandi við þessu bolta. Sendar hérna fram á við, það er engin stjórnum að þeir eru ekki komnir á svæðið en Halldór Orri líkarnir á boltanum, Andri Rabi hjá hann og þá Olgeir en sendingin ratar ekki á hann. Þetta er svona með margaðar að leiki í suma, þá er óðurlegt að sjá svona margar sendingar Blikana fara á forgórum. Já, það er þetta bara út af spennunni. Já, en við höfum síðan leiki, mann til dæmis eftir leiknum móti Valsmönnum á Kópavogsvelli, þá voru þeir miklu basti fyrir hálfleik og komum svo með að vera með aftan að liðin í seinna hálfleikin en þeir eru náttúrulega stressaðir, kalla greiðin og þeir eru eftir að vinna sín í þetta, ég vissum það. Kristinn Jónsson fær aukaspyrnu, Halldór Orri brotlegur, Halldór Orri ekki sáttur, 13 markamaður í sumar. 7 hefur hann skorað á vítapunktinum. Þorvaldur Árnason skoraði 1 víti því að þá var Halldór Orri farin að velli þannig var sennilega einu marki. Jökull ykkur á boltan, Kristinn Steindórsson út í kantinn á Hauk Baldinsson og Haukur áraðinn vel gert hjá Hauki, hann er hvergi í bangin, skemmtilegur leikmaður, við fá meiri hreyfingu á liðið, verður að leita tilbaka, kemur boltanum á Finn Orra. Finnur á Guðmund Kristjánsson. Blikarnir leika hér boltanum í rúleitum sínum milli, 15 mínútur eftir að fyrir hálftími búin að leiknum. Jökull. Það gerir Elvar hann með þessa sendingu. Bjarki Páll leikur hvort hann fara, við sjáum boltinn skoppar það vel og það er ansi erfitt fyrir munum á þessum sendingum. Já, ég veit ekki hvort það er stress. Þetta er þriðja skiptið sem Elvar ákveður að taka hann langa bolta þegar það er algjör óþörfi. Skynsemi og Hauki Baldinssyni, hann reyndi ekki að þræða boltan í gegnum þungan pakka stjörnumanna, heldur leitaði tilbaka og Blikar verða að hafa smá þolinmæði því að halda knettinum, ekki detta í þessa löngu sendingu því að út af það gengur varnar aðeins stjörnunar að Blikar missi þolinmæðina. Andri Rabi og mann þessi 18 ára strákur sem að þau sannarlega vakið mikla eftirtekt. Já, gaman að því að Andri Jóman og Ólafur Karl Finnsen sem eru í fremstu línu stjörnumanna leikur lykilhlutverki undir 19 ára liði Íslendinga í vikunni gegn Norðurýrum. Heldur betur. Hér kemur boltinn út á Arnór og hann með sendinguna fram og hér er mikið kapphlaup. Kristinn nær ekki boltanum, það er Daniel Lagsdal. Jökull nær honum síðan, kemur honum á út í kantinn og boltinn tilbaka og Elvar, hann lætur Jökull að taka boltan og bera hann upp.
Stingur inn á miðuna, Kristinn búinn að draga sig hérna aðeins aftar á völlinn, þá kemur sendingin vel spilað og Kristinn Jónsson hefur hérna boltan og hvað þarf hann að gera? Aldrei hérna kannski erfiðan kost og ætla að fara hérna fram hjá Bjarkar Páli en Finnur Orri hérna í baráttunni, Ólafur Karl Finnur fær síðan boltan upp og gerir vel Elvar Arnór Róðurlands Bjarki á varnarbekknum hjá Blikum það líðir Þorvarðarsson Arnór með sendinguna hér í átt að Kristni Steindórssoni en Kristinn er dæmdur rangstæður kom hann út úr ráðstöðinni og stakk sér fram fyrir varnarmórinn og Ólafur Ingar Guðfinnsson sem er nú aðstofadómari þarna fjær okkur Arnar, hann er að held ég að flagga í síðasta sinn því að hann er að komast á aldur held ég varandi Evrópudómgæslu og ég held að sé að snúa sér að þjálfun yngri kvenna í Árbænum ef ég man rétt. Já, það er ekki leiðinlegt hlutskipti mentalega. En búinn að standa sig frábærlega Yngvar á línunni í gegnum árið. Það er Halldór Orri og Bjarki, Halldór Orri fær hér boltan Ingir sem að setja pressa og hann kemur Andri Ramm og boltinn hann að finni, þetta er hættulegt, Haukur komið vel tilbaka frumarauðsig hátt í loftu og boltinn endar hérna utan við kjölinn og það er einhvað sem að stjarnan á. Þorvaldur og Halldór Orri, þetta er vel góður sprettur og hann settinginn inn á teginn og þarna mátti ekki miklu muna að Víðir hefði geta komið honum með hallum eins og Heiðar Helgússon gerði hér í landsleiknum á dögunum en þá Haukur Baldvinsson, hann brunir þetta fram sendingin beint á Arnar Má og erfið sendingi honum Ólafur Karl, frábælega gert í Ólafur allar að lyfta honum hér en þarna nær hann ekki að skora, þetta var enn eitt andartaki þar sem að stjarnan hefði getað nýtt betur. Já, nákvæmlega Arnar, stjarnan er búin að koma sér í miklu betri möguleika heldur Blikar í þessum leik og kannski ekki alltaf tekið réttar ákvarðanir og spurning við þessar aðstæður hvort að Ólafur Karl Finnsson á ekki bara að láta vaða með grassinu og fá þannig gott skótamarki. Já, hér er Jökull í baráttunni og áfram með leiki segir Gunnar Jarl. Finnur Orri. Selfyssingar eru konur í 2-0, Sævar Gíslason þegar það endaði þetta með stæl ljúkakeppni í pöfludeildinni á þessari leiktíð og reikna með að fara strax upp aftur. Það er Olgeir og hann með sendíkuna og hann sjáum við að það vantar svona þetta flæði, þetta svona dæmigerða áhrif áherslu Breiðablik sem einhvern veginn hafi ekki náð í gegn í dag. Já, samanlega því svona stuttaspilið í lappirnar og fætur og hlaup í kringum það og það svona vantar kannski aðeins meiri reyfingu og menn svona hljóta nú að ná úr sér skreppnum með tesjóformum í hálfleik. Já, það er svo 11 mínútur þar til að flöta verið til leiklis að minnstakosti. Bjarni Þórður með útsparkinn og Þorvaldur feitur á þarna fram. Kristinn Jónsson á skallan, Þorvaldur skallar hann hérna á Arnar segir Halldór Orri með sendingunni hérna inn í átt að Arnari og Ólafur Karl Finnsson lánsmaður frá Asset Alkmaar, hér kemur Arnar, hann sendir boltan út, frábær sending og síðan kemur skotið og þarna voru þeir enn og aftur nálægt í Stjörnumenn. Já, geysilega vel spilað, Ólafur Karl Finnsson með boltan út í flagginu hérna hægra megin, nær að þræða boltanum inn á Halldór Orra sem var mjög góða sendingu og Þorvaldur fær viðfallið nógu gott pláss hann á vinstri fætinum, hann þarf aðeins meiri tíma þannig vinstri næri en næri ekki að komast á bak við knöttin og missir hann upp í loftið. Já, Blikarnir meðan nú kallast stálheppnir að eitthvað af þessum færum þeirra Stjörnumenn skuli ekki hafa orðið að marki. Yngvar Kalli varði þetta frábælega hér stemmaleiks. Það er það Guðmundur, hann feitur á áfram, Kristinn Steindórsson er komin í gegn, hann skýtur framhjá, Kristinn Steindórsson í dauðafæri, bolti framhjá. Já, einhvern veginn náði hann ekki þessari yfirvörun og það er kannski svolítið lýsandi dæmi fyrir leik Breiðabliks í fyrri hálfleika. Þannig að sleppur hann inn fyrir og nákvæður að taka með vinstri innan fótar og þá er skotið alltaf á leiðinni frá markinu eins og við sjáum þarna í staðinn fyrir einfallega að reyna þrýstólum bara með ristinni á sínum betri fæti, taka þetta bara með hægri fætinum niður í grassvörðin og láta hann fleita kellingar. Já, staðan hjá Fram og FH er 0-0 og hérna eru FH-ingur í sókn og þetta er Gunnar Kristjánsson nýkominn inn sem varamaður fyrir Björn Daníel Sverrisson og hann er að skora fyrir FH-inga. Gunnar Kristjánsson er búinn að koma FH yfir á 33. mínútu, kominn
Daniel Sverrisson sem fór út af middur á 29. mínútu. F-fáingar komnir í 1-0, Keflavík að vinna IBVF og þetta er mögnuð spenna yfir til Arnars Björnssonar. Já, F-fáingar komnir í 1-0. Eyjamenn marki undir. Og hér koma Blikar. Kristinn, hann tilbaka. Finnur Orri. Þetta er allt sama munstri hér í þessum leik eins og áður. Stjórnarmennirnir bíða. Það hefur skilað þeim fullt af færum í leiknum og hér kemur stökksending og Blikarnir vinna boltann. Það er búið að flauta á dana aukaskipni, það gerir Gunnar Jarl Jónsson. Þegar 8 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Aukaspyrnan, Olgeir á þennan skallaðan. Andri Rafli Jóman hætti baráttínu við Björn Pálsson og Andri kefur ekkert eftir. Mikið kraftur í honum. Þetta platinu stuðning sem Blikar þeir tók honum vel við sér þarna því að þeir vilja sjá þessa baráttu og þennan kraft á sínum mönnum. Það var Björn Pálsson undan Olgeir í boltan. Arnór á þennan skalla. Haukur Baldursson tilbaka á Arnór og Arnór gefur sér tíma. Hann setti síðan boltan fram og Haukur gerir þetta vel, Haukur Baldursson. En hér má hann ekki við Þorvald Árnasyni sem hafði betur. Blikarnir halda boltanum, sendi ekki frá Jökli og Jökull fær hann aftur. Kristinn er hér frýr á kantinu, fær hér boltan og lyftir honum hér á Jökull. Kristinn Steindorsson og Kristinn þetta er laglega gert fyrir illa með Tryggva og er að fara hann í gegn en rennur ekkert og þetta segir Gunnar Jarl með fínt tök á þessu og þetta eru leikmenn ekkert að ángrám til að láta hann alveg í friði. Já, þetta var hárreitt hjá honum, hann er búinn að leysa dómgæsluna frábærlega í fyrri hálfleik Gunnar Jarl Jónsson og þarna var hann bara boltinn á milli og Kristinn misti jafnvægið. En áttur að segja að þetta mátti ekki miklu muna eftir að Tryggvi Bjarnason er komin út úr stöðunni að Kristinn náði að nýta það er kannski eitthvað sem að Blikarnir þetta nýta betur. Andri Rafli Jóman, hann stingur boltanum frá Kristinn og Kristinn í baráttu við Tryggva Bjarnason. Boltinn útaf og það er eitthvað sem að Blikar eiga. 6 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Hann er hér frýr og Kristinn getur skotið. Hann sendir boltan á Olgeir leggur hann út og Haukur Baldursson og Guðmundur Kristjánsson með hörkuskot og Bjarni Þórður ver og Olgeir var þarna einhverjum andartökum frá þennan boltanum en Bjarni hefur svo gaman af þessu, hann hlær bara. Já, hann er mikill spéfugl Bjarni Þórður Halldórsson, gott skot frá Guðmundi, þetta er nefnilega málið, halda boltanum niðri, láta hann fleita kettlingar í grasinu og margváta hraðan, tiltölulega beint á Bjarna, missir hann svo aðeins frá sér og Olgeir er mættur, sjáum það hann í mynd, en Bjarni Þórður, hann var búinn að ná honum áður en Olgeir komst í knöttin. Gott skot eins og frá Guðmundi, eins og þú nefndir að nýta hraðan og láta boltan hanga hana niðri. Ekki spurning. Hér er Arnar Már í baráttu við Kristinn Jónsson og Arnar. Hann leggur boltan út og Ólafur Karl. Hvað ætlar hann að gera? Dansa með hann, gerir þetta vel. Sendir boltan á Arnar með fyrirgjöfina og boltinn af Elvari og Finnur Orra og aftur fyrir enda með kottspilna. Þetta var vel spilað, Ólafur Karl og Arnar náðu þetta vel saman. Arnar múin að vera verulega sprækur hérna á hægri vængnum í hálfleiknum og það er þetta betra að fá boltan upp hérna megin og hafa fyrirgjöfina upp á móti í vindinum og stjörnumennir eru lúmfinn að halda knetturinn niður á grasinu og þá verður fyrirgjöfin geysla föst og erfið viðureignar. Hér kemur hotspinnan, boltinn hátt í loftu og hvað endar þetta? Út í teg og Blikarnir í annarri tilraun að þarna boltanum. Daniel Laxdal á skallan, Kristinn Jónsson vinstri bakverður er búinn að bregða sér yfir þannig hægri og þarf að leita vinstri fættinum. Svo sveiflar hann honum og kemur boltanum fram beint á Daniel Laxdal. Þorvaldur Árnason, Þorvaldur hér í baráttunni. Þetta gerir Arnór ekki rétt að mati Gunnars Jarl og dæmir aukaspyrnu. Já, hér síðustu andartökin í fyrri hálfleik. Æsi spennandi leikur hér í Garðabænum. Stig gæti dugað Blikum, við höfum farið oft yfir það en lið sem hefur þessa fórustu vill auðvitað halda henni og ekki að treysta á aðra. Þetta er orðið með þessa aukaspyrnu. Hér kemur boltinn í átt að markinu og
Guðmundur Kristjánsson á skallan, hornspyrna enn og aftur. Eru þeir að fá tækifæri? Já, Stjarnan með hærra lið heldur Breiðablikarnar og þeir eru hættulegir í þessum fyrstu leikatriðum og ættu að geta gert meira úr þeim og sjáum hvað setur núna í blálok fyrir hálfleik. Þeir eru svo ungir blikarnir, þeir eru ekki fullum hagsnið. Hér kemur hornspyrnan og skallinn! Ingvar Þór Kaleb á að vera vel á verðið þarna í markinu og fljótur að grípa hann. Svo með sendinguna fram en þetta skilur ekki neinu. Boltinn yfir völlinn og útspark frá marki Bjarna Þórði. Já, þetta er vita vonlust að reyna þessar löngu sendingar. Við séð Elvar Frey Helgason taka þrívegis langan bolta sem er skotli í grassinu og spýtir síðan út af og Ingvar Kalli hefði kannski frekar átt að kasta knettinum þarna frá sér og koma sínum mönnum í leik. Boltinn hitt tilbaka og Bjarni hann með langa sendingu fram og það er vel að Þorvaldur sem að skallar hann. Guðmundur Kristjánsson gerir þetta vel nær boltanum, leikur honum hér Guðmundur og hvað ætlar Guðmundur að gera og sendir boltan inn á Kristi Steindórsson og Kristi með sendingunum fyrir markið og Olgeir og þeir missa hér að boltanum Haukur Baldursson og Haukur en Stjörnumenn á að bjarga þessu. Halldór Orri sívinnandi liði Stjörnunar og nærðan boltanum Arnór með sendingun og Guðmundur getur skotið, hætti við að leikur hann fram í og sendir boltan yfir Olgeir komur í gegn en Bjarni á eftir stundu. Þetta var fínsokkablikur. Miklu betra núna tvívegis Guðmundur Kristjánsson, hann bara einfalda lætur, hann veður á vörnina og nær að lauma knettinum á mitti varnarmanna inn í færið og þannig er Olgeir mjög óöppinn og þetta er vel gett hjá Guðmundur Kristjánsson í fyrst og síðast. Hann er með gott markskot á hann, hann er með tvívegis núna að sækja á vörnina og opna fyrir samherja sína og þetta er miklu betra hjá Blikum. Já, 2 mínútur eftir að fyrir hálfleik og sjáum hér hvað þessu litli muna þarna. Bjarni Þórður aðstoðar hér Olgeir við fyrirliðabandið. Sér svo með sér hjálpsamir hér, fyrir síðu andstæðingar í leik. Bjarni Þórður sposkur á sitt. Já, ég sagði við stuðningsmenn Stjörnunnar. Þeir eru kátir. Fram Guðmundur Kristjánsson með skattan, Ólafur Karlfinsen og Ólafur hér í baráttu við Kristinn Jónsson og Ólafur nær sendingunni fyrir markið og Ingvar Kalli nær honum með boltinn komin út af og þetta er hornspyrna, enn einn hornspyrna sem að Stjarnan fær. Já, sem meiri enn einn hornspyrnan hérna frá hægri þannig að boltinn fer upp í vindinn og þetta hefur verið hættulegt hjá Stjörnumönnum. Skulum sjá hvað gerist hér í þessari hornspyrnu og við fáum tíðindi annar staðar. Hér kemur bolti fyrir markið og skalli og Ólafur Karl og Ingvar Kalli nær honum. F-áingar með aukaspyrnu á vítateigslínunni og það er Gunnar Kristjánsson með þrumu skot, Hannes Þór Halldórsson ver þetta og síðan verður ekkert úr þessu. F-áingar en þá 1-0 yfir á Laugardalsvelli. Hér er boltinn fram á við Olgeir Sigurgeirsson en hann er ekki valda boltanum. Síðasta mínútan í venjulega leiktíma. Ég veit ekki hversu miklu. Já, hann bætir ekki nema mínútu við. Mínútu eftir hér í Garðabænum. Stjarnan 0, Breiðablik 0. Halldór Orri. Andri Rapp. Guðmundur út í kantinn og Haukur leggur boltan tilbaka. Arnór seiflar hann yfir á Finnarra. Finnur hér á Kristinn Jónsson. Lars Steindórsson. Leikur blikana hægur. Það eru ekki að flýta sér neitt rosalega mikið. Reyna að finna bestu leiðina. Finnur Orri. Hér er síðustu andartökin í fyrri hálfleik. Elvar Freyr, Guðmundur hann með sendingun hérna fram. Arnar Már skallar boltan og Gunnar lítur á klukkuna og flautar til leikleis. Það er hálfleikur hér í Garðabænum. Staðan Stjarnan 0, Breiðablik 0. Ef að þetta verður úrslitin eru Stjörnumenn að bæta stigi á töflunni hjá sér en spurningin er hversu það myndi duga þeim. Við tökum leikleik hér í Garðabænum og sendum boltan fljótlega upp í stúdíu.
við ætlum að fara til Keflavíkur. Þar var verið að flauta til hálfleiks 1-0 fyrir Keflavík. Hörður Sveinsson með markið þar á 23. mínútu. Þórarinn Ingi Valdimarsson var að fá gult spjald en við ætlum að skipta yfir á Laugardalsvöll þar sem að enn lifir af fyrri hálfleik. Þar FH-ingar verið að sækja grimmt síðustu mínútu. Þeir eru 1-0 yfir. Gunnar Kristjánsson á 33. mínútu kom inn á fyrir Björn Daniel Sverrisson á 29. mínútu. Björn Daniel meiddur en Gunnar Kristjánsson var ekki búinn að vera lengi inn á þegar hann skoraði þetta frábæra mark og átti síðan aukaspyrnu hérna sem við sáum hérna rétt áðan. Já, framararnir hafa bara skrimt og þeir hafa átt svo sannarlega sín augnablik í þessum fyrri hálfleik. En svona í heildina þá hafa FH-ingar verið meira með boltan og verið hættulegri. En framarar hafa beitt skyndisóknum og Gunnleifur Gunnleifsson hefur staðið vaktina vel í markinu. Og Selfyssingar eru komin í 2-0 yfir gegn Grindavík. Sævar Þór Gíslason var að skora áðan og annað er óbreytt úr leikjunum en það er ennþá eitthvað eftir á Laugardalsvelli. Framarar hérna í sókn. Boltinn inn á teiginn og Guðmundur Sævarsson skallar þetta í burtu fyrir FH-inga. Og þá er það Daði Guðmundsson með sendingu inn á teiginn. Tommy Nílsen skallar þetta í burtu. Og Hákon Atli kemur þessu frá en framararnir vinna boltan aftur, vel gert hjá þeim. Hlynur Atli þarna og mikill barningur í þessum leik. Þessi lið hafa nú eldagrátt silfur saman á undanförnum árum og hér er Gunnar Kristjánsson. Hann er eldfljótur. Sjáu þið, hann stingur framarann af og Kristján Hauksson gerir þetta vel. En Gunnar heldur boltanum, sendur hann tilbaka og hér flautar Kristinn Jakobsson til loka fyrri hálfleiks á Laugardalsvelli þar sem að FH-ingar eru 1-0 yfir. Gunnar Kristjánsson á 33. mínútu. Þannig að þetta er allt opið í báða enda og við förum að fara í skilaboðum. Magnús Gylfason, þetta er spennandi. Já, heldur betur og eins og við vorum að giska á fyrir leikina að þetta yrði svona spenna og Blikarnir hafa bara 1 stig og Sjáum bara stöðuna. Já, þetta er bara markatala. Blikarnir hafa bara 1 stig í hendi núna og FH er að vinna og núna er meiri segja mörguleiti IBVF þó þessi undir í kjörstöðu að vinni sinn leik þá eru þetta meistarar með óbreytta stöðu í hinleikjum. Tómi, þetta lítur ekkert allt of vel út fyrir IBVF en það er seinni hálfleikur eftir. Já, það er nóg eftir og fengi á sig mark sem var mjög lélegt hjá Albert fannst mér en þeir koma vonandi tilbaka og gera þetta ennþá meira spennandi fyrir okkur. Já, við ætlum að fara yfir. Já, komið salið aftur, góður áhorfendur. Hér er seinni hálfleikurinn að hefjast í viðureign Stjörnunnar og Breiðabliks, staðan 0-0 og eins og staðan er núna þá gæti þetta duga Blikum en það hefur nú bara sýnt því á undanförnum árum Leifur Garðarsson að það breytist margt í seinni hálfleik í lokaumferðinni. Það er margótt gerst. Alveg klárt mál og það gengur ekki að vera að stóla á einhvern annan en sjálfan sig. Þú verður að reyna að einbeita þér þáttum sem þú getur haft bein áhrif á sjálfur og Breiðabliksmenn verða einfaldlega að gera það hér í dag. Þeir hafa eitt hlutverk, þeir hafa það hlutverk að klára þennan leik og fá sér 3 stig og þá eru þeir besta lið Íslands og þeir hljóta einsetja sér í því að klára verkefnið. Það var nú að sjá hversu öflug hálfleiksræða Ólafs Kristjánsson hefur verið. Það hefur einhver áhrif á Blikana. Stjörnumenn komnir að vera mun hættulegri og vera nokkrum sinnum að nálægt í að skora hér í þessum leik en ekki gert að hinga til. Staðan 0-0. Þetta eru einhverja þýðingarmestu 45 mínútur í sögu knattspyrnufélagsins Breiðabliks. Það er nokkuð ljóst. Við erum auðvitað bikarmeistari í fyrra. Hér er það Víðir Þorvarðarson, hann tekur sprettinn og Kristinn Jónsson gerir þetta vel. Enn og aftur eru að sjá sendingar misfarast hjá Blikum. Olgeir með skallan, Finnur Orri, hann á Andra Rabi Jómann og Andri tilbaka, erfið sending og þeir fara þannig þeir í boltan. Það er svona ekki alveg takk fyrir þarna hjá Blikunum en þeir liðu þetta nú af. Sendingin sem fer af kollinum á Víði Þorvarðarson og út af og það er ykkast sem Blikar eiga. Jökull Baldvinsson og Jökull á Kristinn. Blikarnir skoraði í öllum leikjum sínum á Íslandsmótinu nema einum. Það var leikurinn gegn Haukunum sem töpuðu á heimavelli 2-0. Hér er það Olgeir. Þetta gerir hann vel, Olgeir hafði þarna betur aftar að stinga rónið fyrir. Þannig erum við að sjá að það vantar það sem hefur verið svona kannski aðalsmerki Blikana í sumar að þeir hafa náð að leika boltanum sín í milli í fáum snertingum en nú er þetta einhvern veginn aðeins og erfiðara. Já, þeir
þeir hafa ekki alveg náð svona sínum eðaltakti en eins og þú bendir á Arnar í fyrri hálfleik þá hafa Blikar verið að skora miklu fleiri mörk í síðari hluta leikjana og þannig að við skulum nú ætla að þeir nái svona rytmanum hægt og bítandi í gang og geri góða hluti í síðari hálfleik. Kristín nafni hans Steindorsson þessi tveir títu piltar þarna líkilmenn í Blikaliðinu þeir eru Kristín Steindorsson og Jökull og Arnór með gott löp og hann stingur Jökull boltanum en stjórnumenn ákomast fyrir þetta Tryggvi með sendinguna fram beint á Elvar reynir boltanum á Þinóra. Við töluðum svolítið löngu sendingarna frá Elvar í fyrri hálfleik sem að vindurinn át og tók hérna út af vinstri helminginum. Þær verða miklu auðvitað núna því að nú fara sendingarna hans frá hægri til vinstri upp í vindin og gætu nýst betur. Arnar Már Björgvinsson gerir þetta vel, tekur spretting, skilabáttur á Halldór Orra að sleppa inn í gegn að gaðin, Elvar nær honum, reynsar þetta beint á Björn Pálsson og Björn með óháa sendingu. Þetta er kannski það sem við sáum alltaf í fyrri hálfleik þegar vindurinn reið í boltann og fyrir vikið eru þessar sendingar svona frekar ónákvæmar. Hilmar hérna vinstri bakvörður í baráttunni, fær boltan aftur og stingur boltan hérna á miði en hann nær honum ekki, það gerir Elvar Freyr. Það er Ásgeir Sigurgeirsson, Ásgeir með 84 leiki og 5 mörk fyrir Breiðablik í deildinni. Leikjahæstur þeirra sem að spila inn á vellinum. Guðmund Kristjánsson, Guðmundur með 5 mörk í deildina þessar leiktíð. Skoraði síðustu umferð, skoraði múti Grindavík í sigurleik, múti Val, múti Fram, eina marki í 3-1 tapi og svo skoraði hann í leik gegn Haukum í 7. umferðinni. Skoraði 5 mörk í 19 leikjum og síðustu. Framarar hafa byrjað síðara hálfleikinn af miklum krafti og Laugardalsvelli og hér eru þeir komnir í sókn. Tómas Leifsson fyrrum F-áingur í dauða, Bæring setur boltan fram hjá markinu. Þarna hefði Tómas átt að skora gegn sínu gamla félagi en staðan ennþá 1-0 fyrir F-áinga en Framarar heldur betur nálægt í að jafna metin. Já, hér er það Finnur Orri og Jökull. Sendi boltan hérna Kristín Steindorsson, Kristín að koma sem inn í leikinn, Olgeir, þetta er betra á blikunum, sendingin Hauk Baldvinsson, Haukur áraðinn, hann sendi boltan hérna fyrir og hér, þetta mátti engum muna, úrvalsfæri, þarna stáðu flotta sóknleika. Já, vel gert, Haukur Baldvinsson hér breytinni vel og fær boltan hann út í vænginn og ekkert ósvipað á Stjörnumenn gerði fyrir áleik, hann þrýstir honum bara með grasinu, erfitt viðuregnar en Tryggvi Bjarnason er að átta sig á hlutunum og reisa sig burtu. Já, Kristín Steindorsson, hann er svo gammur. Beðið eftir því að geta skorað 13 mark í deildinni. Þetta er hornspyrna sem að Blikar fá. Stjörnumenn fengu fullt af hornum í fyrri hálfleik. Hér kemur boltinn um teginn og þeir bæja þessu frá. Arnar Már í baráttu við Andra Rapp. Andri Rapp harður. Kemur boltanum á Jökull. Jökull skilar á Elvar. Finnur með sendinguna hér í átt að Arnóri Sveini. Hilmar á þennan skalla og boltinn út af. Hvort að þetta æsir eitthvað Blikana til aðgerða. Guðmundur Kristjánsson hér nær að stúa en Halldór Orri síðinandi og Björn Pálsson vippar þessu hér fram. Nátt að Ólafur Karli þeir sem Ólafur heldur boltanum vel, skilur hún tilbaka. Víðir tók hann á hælinn. Jökull, síðan Arnór í baráttunni við Halldór Orra, Halldór með knöttinn. Sendingin henni yfir en Andri Rapp Jóhann kemur og nær boltanum undan Artari Björgvinssoni, skilur hann tilbaka og Kristín Jónsson. Kristín inn á Jökull, Jökull skimar í kringum sig, lítur á, býður á þetta, sendir hann hérna fram á Kristín. Kristín hann í baráttu þarna við Daniel Laxdal og Daniel tekur spretting fram, Víðir sendir boltan henni yfir til hægri. Daniel var tilbúinn til að taka við boltanum hérna og verður að skilja sig aftur í vörnina. Kristín með sendinguna inn og Kristín Steindorsson og hann tekur boltan niður, vel gert og Tryggvi Steinn Bjarnason tilbaka. Tryggvi Sveinn tilbaka og Björn Pálsson og Andri Rapp Jóhann, meira líf í þessu núna hjá Blikunum. Kristín Jónsson með sendinguna og þetta er hornspyrna. Já, þannig að meiri ákjæfð í gangi hjá Blikunum. Þeir eru að pressa aðeins boltan herra á vellinum, þeir eru að lauma honum í gegn, náðu góðri sending út í hægri vænginn áðan, ná að lauma honum þarna í gegn og Kristín Steindorsson er kannski ekki alveg góðri snertingu, fyrstu snertingunni og Tryggvi er að komast fyrir. Þetta er miklu betra og miklu nær hjá Blikunum núna. Já, meiri hraði leikliðsins.
senda boltanum í færri snertingum og hér kemur hotspinnan og þetta skallað af Þorvaldi Árnasyni í innkast. Arnór Sveinn skokkar hérna yfir til að taka innkastið. Arnór Sveinn búinn að vera lengi í boltanum, byrjaði held ég með fyrst 2004, Krótnungur. Hér fyrir boltan aftur fyrir Andamörk og Stjörnumenn fá á sig hotspinnu. Þetta er svona aðeins einhverjum merki þess að Blikarnir séu svona að taka betur á því. Kristín Jónsson með hotspinnuna. Það er liftan boltanum á tvegin og Bjarni Þórður staran frá beint á Kristín aftur. Hann fær núna tíma til að koma boltanum fyrir marki sem hann gerir og hér er boltinn og teig og Bjarni Þórður staran í horn er búið að dæma brot aukaspinna eftir að Fjarma hafi verið að Bjarni Þórði markverði. Já, þetta er draumafæri fyrir Kristín að snúa boltanum upp í vindin eins og hann gerði þarna og Olgeir keyrir þarna inn í Bjarni Þórð og har rétt hjá Gunnar í Jarli að dæma á þetta aukaspinnu. Það er vel gert hjá Bjarni að ná að slá boltan hann frá. Já, Bjarni með sendinguna hérna fram og Guðmundur Kristjánsson ítti hérna aðeins í baki og Halldór Orra en engin aukaspinna. Það er Tryggvi Sveinn Bjarnason með háasendingu fram. En skipta sér í tíðindi úr Keflavík. Já, hér eru Keflvíkingar í sókn og þetta er Guðmundur Steinarsson og hann með þrumuskot og Albert Samarsson verður þetta og Eyjamenn bjarga í horn. Þetta var færi fyrir Keflvíkingar sem eru ennþá 1-0 yfir. Já, hér er sendingin í átt að Ingvari Kalle. Sendinguna hérna fram sem vindur rýfur vel í boltan. Daniel Lagsdal, Þorvaldur en Blikarnir á honum. Guðmundur Kristjánsson og Kristín Jónsson kemur með honum. Arnar lögma sér hérna. Reynir að komast til Björn Pálsson með þessa sendingu út úr vörninni og Kristín með sendinguna. Þetta er nálega Bjarna og Bjarni sér að það er enginn að koma og lætur boltan fara. Meiri ágerð samt í leik Blika í síðan hálfleikarna. Þeir svona hafa aðeins hækkað, sett í næsta gír og er að færa sig aðeins upp á skaftið sóknarlega séð. Þeir eru eins og að spila á móti mjög hröðu liði og leið og Blikar færa sig ofan á völlina þá bjóða þær hættinu heim varandi það að Stjörnumenn með Arnar Björgvinsson út á hægri, Óla Karl Finnsson til dæmis, Halldór Orri sniður að stinga sér að það er hættulegt vopn Stjörnumanna og Blikar þurfa að gæta þess líka. Það er þess að Haukar 2 valur 0, Úlfar Pálsson. Haukur Baldvinsson, ákaflega skemmtilegu leikmaður en okkur skilst að séu tíundu Keflavík. Já, Keflvíkingar eru hérna með horn spyrnu. Það er Guðmundur Steinarsson sem tekur hana og þessi bolti í stöngina! Sýndist að vera Eyjamaður sem skallaði þarna í stöngina en Keflvíkingar eru að þjarma að Eyjamönnum og eru 1-0 yfir. Hér eru Blikarnir að sækja. Víðir sendir boltan tilbaka og Hilmar. Þorvaldur, Björn Pálsson, hann sendir boltan hérna fram og Víðir Þorvaldsson með skatan tilbaka og þetta endar hjá Ólafi Karli Finnsson. Hann heldur boltanum yfir vegur og sendir á Þorvald Adolfsson og Þorvaldur keyrir átt á markinu. Stígur inn fyrir Ólafi Karli Finnsson. Hann með sendingunum fyrir markið og Arnar Már Björgvinsson 1 sentimetra stuttur. Þarna voru þeir sannarlega nálægt í Stjörnumenn enn einu sinni. Geysilega vel spilaði Stjörnumennum. Þeir eru baneitraðir fram á við og þarna fær Ólafur Karl Finnsson boltan í gegn. Skemmtileg sendingum vinstri og spurning hvort að það sé ekki nógu mikil kraftur í gulu skónum, hvort þessi svörtuðu virka betur í uppstökið og þá hefði Arnar náð þessum bolta. Frábær sending. Ja, frábær sending og Arnar kominn hann aðeins og innanlega að sendingin ekki nógu góð. Og hér koma Blikarnir. Guðmundur Kristjánsson 20 leikir og 5 mörk á þessu Íslandsmóti. Arnór gerir þetta vel og hann reynir boltan í myndin og Kristín Stefánsson og Kristín og hér er Olgeir í dauðafæri að búa að dæma rangstöðu. Olgeir var fyrir innan, þetta hefði ekki talið en þarna
Þarna mátti engu muna. Frábær sending, Guðmundur Kristinsson flengdi boltanum við út á hægri vænginn. Arnór Aðalsteinsson stakk sér inn á miðuna, rennir boltanum í gegnum Kristinn sem líklega ekki rángstæður, heldur Olgeir á fjárstunginni, þannig að spurning hvort að það er gott að vera vitur eftir á, hvort að Kristinn Steindórsson hefði geimfall að láta vaða markið sjálfur. Fær þarna boltan, alls ekki rángstæður, Olgeir hann rétt fyrir innan, ef hann fyrir innan, það ekki klára. Já, þetta alltaf þessi ákvarðan að taka. Kristinn auðvitað vanur ofta að klára þetta, en hann líka rosalega flinkur að spila með samverðum sínum og gerir það ofta til frábærlega í leiknum. Nákvæmlega, hann fekk boltan svona svolítið frá blindu hliðinni, þannig að það var kannski erfitt fyrir hann átt að sjá því hvar hann var nákvæmlega staddur, en hann var fyrir miðju marki og hefði klárlega átt að reyna þetta bara sjálfur. Já, Kristinn líka mjög óeingjarn leikmaður og það til að renna boltanum á leikmann í betra færi. Ég held að pappas hafi aldrei gefið boltan í þessu færi í sögunni. Steindór Elísson og hér er sendingin Olgeir inn á skallar á Kristinn, en nær ekki til hans. Hilman hittar hann ekki. Daniel Laxdal, nú er þessi leikur að opnast heldur betur. Elvar með háa sendingu hér upp í loftið. Jökull lítur í kringum sig, alltaf að reyna að leita að samherja Jökull Elisabethason. Kristinn lippar á mig fyrir og Kristinn Steindórsson og Kristinn lætur vaða á markið, hittir hann illa. Sáum að Daniel var hérna aðeins og langt frá honum. Daniel leit til aðtöku hvort það væri rangstæður. Sjáum að hérna, sem er hann ekki aðkomast fyrir en það kom ekki sög því að Kristinn Steindórsson skýtur boltanum yfir. Það er ekki góð tíðindi fyrir mótherjana ef að Kristinn er farin að koma sér meir í boltan. Það er nákvæmlega og nú er hann miklu byrgstættari og ákveðnari og áræðnari og sjáum að þarna hann kemur á blindu hliðina á Daniel Laxdal og fær boltan og að sjálfsögðu lætur hann vaða á markið eins og alvöru frammeir hann eiga að gera. Laug Karlkinsen og Finnur missar hérna boltanum. Ingvar Kalle vel vakandi hérna í markinu og nær knettinum. Þessi 20. og önnur umferð æsi spennandi. Hér fyrir hvað 10 árum þá urðu KR-ingar Íslandsmeistarar á móti Stjörnunni. Stjarnan skoraði fyrsta marki í leiknum en þá tók Andri Sigþórsson til sinna ráða og skoraði 4 mörk. Það voru 3500 áhorfendur á vellinum sem var reynda vann ekki hér. Þetta er rétt hjá reyndar, en það var mikið mann að það eru svona kastið 2500 pluss í dag á þessum velli. Geir. Það er boltanandi gegn Stjörnumenn. Komast fyrir þetta, innkastið eigarlíkar. Haukur Baldursson tekur sprettinn Haukur inn í fyrirgjöfuna í Daniel Laxdal. Líkar eiga innkastið núna nær hotfónunum. Skulum sjá hvað gerist hérna. Hér eru blikarnir, Guðmundur og Arnór með fyrirgjöfuna. Góður bolti og Bjarki Páll þarna, síðan kemur Kristinn og hann reynir fyrirgjöfuna. Kristinn Jónsson. Kristinn Jónsson ætlaði sér þarna að taka marathónatakta. Finnur Orri, hann tilbaka. Tíðingur Keflavík. Já, Keflvíkingarnir hafa verið að sækja mikið meira í síðara hálfleik og þetta er Guðmundur Steinarsson með skotið en þetta framhjá. 1-0 fyrir Keflavík. Guðmundur Kristjánsson í slagnum, Víðir sendir boltan beint á Jökul. Jökul Pálsson til varnar, Elvar skilur út í kantinn og Kristinn. Leikurum mun opnar núna, leikmenn að fara svona meira út úr stöðum sínum og það er svona meiri tætingur, meiri læti, meiri ákafi í reynda báðanliðum. Hér að Kristinn Steindórsson skilur út í kantinn en beint á Víði og Víðir á Ólaf Karl ætlar að leggja tilbaka beint á Jökul. Jökul skilsamur að hann missi boltan og þá kemur Víðir og Víðir ætlar að fara alla leið eitthvað. Finnur Orri, hann fer fram í honum, aukaspyrna á stórhættulegum stað. Þarna voru, já, blikarnir geta kannski nagað sér í handaböngin, virtust vera þarna með öll völd á þessu, tapa þarna boltanum á vondum stað og Víðir bruna fram. Finnur missir á honum og verður síðan að brjóta á honum. Já, vel gert hjá Víðir, hann þrætti hérna upp, var pottrólugur og var ekkert að reyna að þræða boltanum eitt eða neitt, heldur gert knettinum og endurinn var brotið á honum og ég steinhissa ef að einhver annar en Valdur Orri Björnsson fær að taka þessu aukaspyrnu. Hann er í keppni markakótt titilinn og hlýtur að vilja að fá að láta vaða þó þetta kannski hendi betur venstri fótar manni þessi skotvingill. Sjáum til, Valdur Orri Björnsson 61. mínúta í þessum leik, staðan 0-0, Stjörnumenn með aukaspyrnu. Spyrnur hér á þessum velli geta verið stórhættulegar. Ég held að Halldór Orri negli þessu í markmannshátti.
Já, sjá til, Ingvar Kalli þarf að vera vel á verði fyrir Blika. Hér kemur Halldór Orri, 13 marka maður á mótinu og hér kemur skotið! Góðamöndi, engum unna, Hilmar með skotið! Fínka predikarna hjá Halldóri Orra, lét út fyrir það var hann sem ætlaði að taka þetta, en Hilmar kemur og þrumar þessu rétt fram hjá. Já, eins og sögðum, þetta hendaði eiginlega betur fyrir örfættan mann að taka þetta skotuvingillinu þarna og sjáum þarna hversu nálagt þetta er. Þetta er rétt fram hjá stönginni. Já, hérna, og svo getum við hér koma stjörnumennir Ólafur Karl en Elvar á þennan skalla. Þorvaldur Árnason, Þorvaldur með skot og löngu færi, hörkuskot og rétt yfir markið, flott skot frá Þorvaldi og þessi leikur er núna galopinn. Já, ég er ánægður með að samdarnar að Blikar að sækja titilin og þeir að fara hærra á völlin og hleypa smá lífi í sinn sóknarleik, en eins og komum inn á áðan, Stjarnan er með frábært sóknarlið, sérstaklega hér á heimavelli að þá eru þeir magnaðir fram á við og við sjáum að þeir eru að krydda leikinn með langskotu núna en þeir eru geysilega hraðir og stórhættulegir. Guðmundur Kristjánsson með skallan, Daniel Laxdal, Guðmundur hér aftur. Þorvaldur Árnason verst þessu, boltinn út af og það eru Blikar sem eiga engast til. Það er þetta sjálf hvernig Blikarnir bregðast við þegar það skammt verður eftir að leiknum því að það er nú svona, ef þú lendir marki undir í þessum leika þá er kannski þægilega að vita það að þú hafir einhvern hálftíma til þess að jafna metin en það getur orðið erfiðara þegar tíminn er að verða numur. Ef þeir Stjarnan að skora þegar tíminn durur eftir þá er meiri spenna, meiri paník. Já, og Blika vantar kannski þá þau vopn sem þeir gætu beitt. Guðmundur Pétursson hefur kannski verið sá leikmaður sem þeir hafa hent inn svona þegar á vantar og þeir eru að sækja leikina. Hann er náttúrulega stór og sterkur í loftinu og kraftmikill en þeir eru kannski ekki með hann að sletta svona þunga framherja eða power framherja á bekknum til þess að leysa það verkefni, þannig að það væri mun hendura fyrir það Blika að þurfa ekki að elta leikinn. Ég sjáum að þessi 3 leikmenn sem að Blikar eru án, Alfreð með 21 leik og 14 mörk, Kári Ársæls með 21 leik og 1 mark og Guðmundur Pétursson 19 og 3. Það er náttúrulega mikið reynsla í þessum mönnum. Hér kemur Bjarki Páll og Kristinn tilbaka. Kristinn Jónsson hafa leikið hennan leik geysilega vel þarna og meðan við það hvað kúlstinn hann reyndi hérna á endalínun áðan hinum með það þá var ekki taugunum fyrir að fara að það. Nei. Já, Eyjamenn hafa verið átt undir högg að sækja í Keflavík. Hér eru þeir með hornspyrnu og þetta er stórhættulegt og Lassi Jörgensen bjargar þarna á næstönginni og síðan Eyjamenn með skot og þetta er hreinsað í burtu. Þetta er mikill atgangur í teiknum en Keflvíkingar ennþá 1-0 yfir. Já, Blikarnir með engast hér. Kristinn Steindórsson og Algeir, það vildi að fá hendi og Gunnar Jarl dæmi hendi, boltinn í höndin og Tryggvar Bjarnasinni. Gunnar Jarl búinn að eiga alveg afbragðsdag í dómarahlutverkinu og sjáum að mótmanni leikmann eru all á þessum nótum, þetta er allt saman kurteislegt. Þetta er ekki mikið en... Nei, við sjáum ekki alveg nákvæmlega hvort þetta fyrir síðuna eða hendina á honum en það, ef það fyrir hendina á honum það er hárrétt að dæma það vegna þess að Olgeir er að leika knettinu fram hjá manninum í 8 markinu og þá verður bara að flauta þó að færi sér stutt. Já, Stjörnum með fengu aukaspyrnu þannig að nú koma Blikarnir. Kristinn óörglega eftir að beka knettinu til Arnórs Aðalsteinssonar sem lætur vaða. Sjáum hvað Arnór gerir. Í vörninni í veggnum og hér kemur Arnór með skotið. Bjarni Þórður allan tíma komst fyrir þetta. Arnór Sveinn Aðalsteinsson hún har skorað 2 mörk í 77 deildarleikjum fyrir Blika þannig að þetta er ekki mikið markarókur. Hér er Halldór Orri að sleppa í gegn og Daniel! Þetta er rosalega markasta Ingvar Þór Kale með ótrúleg tilþrif. Þvílík tilþrif hjá drengnum. Þetta var frábærlega varið. Ingvar Kale er náttúrulega akrobatik markur eins og við segjum og þetta hefði verið markur tæklingu, hann er ekki leiðilegt að skora tæklingu. Þannig að þér Daniel Laxdal í boltan svífur. Sjáum hvernig ég ætla aldrei að hætta að fljúa upp. Sjáu hérna, hér kemur hann og hendur áfram og blakar honum yfir. Glæsilega gert. Þessi við bara fara í marki, það er ekki flókið og Ingvar Kale er að bjarga eins og hann gerði svolítið í upphæfileiksins. Þá var hann að halda Blikum klárlega inn í þessu. Já, það var alltaf komin aðeins framalega en hann alltaf alveg fullt að rétta því sem að Káringar eru búin að skora. Guðjón Baldursson að koma þeim í 2-0 móti Fylki en ekki fara úr hotspyrnunni sem þeir fengu þarna. Þannig glæsilega markvarsla. Ingvar Kale er búin að verja hér
í þessum leik tvisvar sinnum stórkostlega. Eins og þú segir Arnar, það var alveg rétt hjá honum að vera komin aðeins út úr markinu vegna þess að hann að koma út þess að loka skotvinkil þess sem fyrir utan teginn. Svo náttúrulega bara endar þetta í tæklingu og bolti svífur. Frábær viðbrögð hjá Ingvari Kali að ná á línuna og blakka það sigur. Já, þeir eru ágerir og sendir inn á andra rafn en hann ekki til boltans. Það ekki svipað og kannski skoða aðeins aftur, sjáum þetta hérna. Þetta í hnéð á hann. Þetta alveg stórkostlega markvist. Já, og markmaðurinn þetta flóknara heldur það virðist vera. Hann þarf að átta sig nákvæmlega á því hvar hann stattur í vítategnum. Já, það ekki fyrir manninu Götun að bregða sig í markið og reyna þetta. Hér eru Blikar, Jökull, Elvar, seinni hálfleikurinn hálfnaður. Arnór, sjáum að Blikarnir eru samt híkandi í sínum aðgerðum hér. Náðu þarna góðum kafla á það þegar að leikurinn svona listi svolítið upp og svona menn fóru aðeins út úr stöðum sínum hjá báðum liðum. Nú var það Olgeir. Jökull hætti að senda boltan hérna í til hægri. Guðmundur Kristjánsson stingur ofni fram á Kristi Stendarsson. En Kristín tekir hann úr jafnvægi, hann er ekki að taka með sér. Daniel Lækstad og Guðmundur Kristjánsson að fá, eða hvað ætlar Gunnar Jóður að gera? Þetta er leikur án spjald að hinga til og það er náttúrulega líka stórmerkilegt. Það eru 10. Keflavík. Já, hér eru Keflvíkingar í sókn og þetta er Hólmar Örn Rúnarsson kominn hérna í færi og skýtur boltanum rétt yfir marki. Keflvíkingar nálægt í að ná 2 marka fórustu en staðan ennþá 1-0 fyrir Keflavík. Það er Daniel Lækstad með aukaspyrnuna, boltinn í teim og Ingvar grípur hann, býður á þetta. Eins og Ingvar er að spila á einhvern veginn hefur maður ekki tilfinningunni að það sé þetta koma boltan á vegi á honum. Hann er pottrólegur og er kannski mest í stöðunni því það er alltaf mist að gera hjá mörgum. Já, en þannig líka vont hvað hann hefur mikið að gera. Þannig að Stjörnumenn eru þetta líka þekktir fyrir að skora mörkir á sínum heimavelli og Blikar þurfa nú að fara að loka aðeins betur í sínum varnarleik. En það er alltaf hægt hann þegar þú kemur fram á völlinn gegn Stjörnunni. Já, óbreytt staða í leikjónum þannig að eins og staðinni núna eru Blikarnir á toppnum en það er ennþá hellingur eftir að þessu móti. Finnur Orri Kristinn yfirvegar og lögur kemur boltanum á Finn. Finnur gefur sér tíma, rennir boltanum á Kristinn aftur. Þá löng sending fram, Jökull reynir að hlaupa hérna en Daniel Lækstad á þennan skalla. Hér er allt galopið, Arnór kemur og hjálpar hérna til og vinnur hérna boltan í loftinu. Og fer svo aftur í hann, gerir þetta vel. Arnór Sveinn Aðarsteinsson, mikill baráttu í ekst. Þyndarlaust getur hlaupið alveg hreint. Hann getur spilað 3 leiki í röð. Hlaupur endalaust en það sem Blikar verða náttúrulega að bæta núna. Sjáum hann að langa sendingu fram völlin og Jökull er að stinga sér. Stjörnumenn eru miklu stærri og þeir leysa þessar löngu háu sendingar. Blikar verða að nýta vængspilið sitt miklu betur en þeir hafa gert. Fá boltan upp í toppinn, tilbaka aftur og leggja hann í gegnum hornina sem að Haukur og Andri Jómi gæti skotið sér upp. Kristinn Jónsson, hann er sendinguna fram og Olgeir tekur sprettinn, Tryggvi Sveinn skallar þetta frá. Bjarka Pál. Arnar Már, Kristinn Jónsson búinn að standa sig vel þarna í vörninni, bakvarðarstöðunni. Þannig að Ólaf Kristjánsson og Úlfar Henriksson með honum þetta aðstofmaður hans. Það er ekki sem þeir geta gert í stöðunni annað en að skipta inn á eða svopur undir. Svona leikmenn Blika, varamennum, þetta er að hitta hérna upp fyrir aftan markið. Hér snúa Stjörnumenn, Örningsók, Ólafur Karl, hvað þarf hann að gera? Og aukast, nei, engin aukaspyrna, Jökull hann í baráttunni. Elvar tekur sprettinn fram, kemur ekki boltanum frá hjá Birni Pálssyni og Guðmundur Kristjánsson gerir þetta vel. En sendingin, enn sem fyrir eru sendingarnar að gefa, eru sendingarnar ekki nógu góður á Blikum og hér reynduður skota löngu fari. Blikar eru að þræða boltan alltaf í gegnum miðjan völlin og Stjörnumenn eru bara miklu ákveðnari á miðjum völlinum heldur en Blikar hafa verið og þeir verða Blikar að fara að leita svolítið meira út í vængina. Þar eru þeir með eldfljóta menn sem þeir verða að nýta betur til þess að opna leiðina að marki Stjörnunnar. Við höfum séð það 2-3 skipti þegar þeir hafa búið sér til færi þá er það í gegnum hollin og vængina. Já, Geir Björn Pálsson með eldir hann, sendi ekki þetta Kristinn en búið að dæma rangstöðu. Rangstöða dæmda á Blikana.
20 mínútur eftir. Gleymum því ekki að fyrir nokkrum ára voru Fylkismenn 7 mínútur frá því að vinna Íslandsmeistaratitilinn þegar Jón og Grindavík kom inn 4 þegar Jón Skaftason jafnaði mitti á móti KR á Árbæðarvelli í hvað 16. umferðinni. Það var átvinnilega deild og KR-ingar enduðu síðan sem meistarar á þeirri leiktíð. Eitthvað spilna sem að búin að hjartaði mér í lokaðaferðinni í þeim á því Íslandsmóti. Þá KR-ingar Þórsara 5-0 ef maður rétt og Fylkir tapaði upp á Skaga. Já, það var þyrluleikurinn frá þeim. Við veitum ekki hvað byggarinn er núna, en kannski í Straumsvík. Einhverju álgerinu þar. Það er líklega best að geyma bara hérna í Garðabænum því að það er spurning hvort hann þarf að fara hann á línu í Laugardal eða svo til Keflavíkur, þannig að við veitum ekki, þeir eru með það á hreinu knattspyrnufórustumennirnir en byggarinn auðvitað með aðfengur Þeir eru hugsa eitthvað annað en leikdag á 50 þessi stundina. Já, Björn Pálsson, þessi sending á nákvæm, Finnur Orri og Guðmundur hérna í baráttunni. Þetta er svona svo lítið basla á blikunum. Stjörnumennir gefa ekkert eftir og ætla að setja sigur í þessum leik, Stjörnumenn. Og boltinn hér á Björn Pálsson en Andri Rapp Jómenn er hann að bóta í hann. Innkasti eiga Blikar. Með henni skalla og Víðir hefur nægan tíma. Hann með sendinguna fram og hér kemur Ingvar Þór Kali upp í markinu og nær boltanum. Já, Ingvar lætur vel í sér heyra. Kristinn Jökull þetta hérna komum meiri breytt í sóknarleikinu blikunum. Arnór kemur hérna út af hliðlínu. Sendingin átt að Andra Rapp Jómann og Ingi aukaspyrna Daniel Laxdal til varnar. Andri vildi aukaspyrnu en Gunnar er ekki á sama máli. Samkvæmur sjálfur sér í tóngestum í dag. Haukur Elvar Finnur Kristinn er halda boltanum núna blikarnir. Spilunum sín á milli. Jökull stingur orðina fram en Kristi Stendursson nær boltanum að setja boltan inn fyrir og Haukur Baldursson fekk hérna boltan fyrir aftast síðan átti ekki möguleika á honum og Víðir sparkar síðan boltanum út af. Já, Haukur er skynsamur að fara ekki eftir boltanum því að hann hafi verið rétt fyrir innan línu Stjörnumanna. Arnór með innkastið. Það tekur góðan tíma að finna samherja hérna. Olgeir fyrirliði liðsins í dag og Haukur tilbaka á Guðmund Kristjánsson. Guðmundurinn á miðjuna, Jökull. Hann skila boltanum miðjuna á Kristinn Jónsson. Þetta er gálega spilið á blikunum. Kristinn með sendingunum á teginn. Þar eru Stjörnumenn auðvitað með býsna stóra stráka og eftir svona sóknarlótur þá virðast þessar sendingar ekki. Það fyrir að vera svo hnýtt með þær til að skila á nokkuð. Alveg hárrétt þarna og það sem hann Blikar geta gert frekar kannski þessari stöðu er að komast nær endalínunni og að sendingin verði þá aðeins frá varnarmanninum ekki beint á pönnuna á stærstu leikunum Stjörnunar. Guðmundur, Jökull og Andri Rapp er sendingunni fyrir henni. Aðeins ónákvæm sending hérna. Þetta var ágætlega gert en það eru tíðindi af öðrum öllum. Já, hér erum við í Keflavík. Keflavíkar 1-0 yfir gegn IBVF og hér er frábært mark. Þetta er Arnór Ingvi Traustason í sínum fyrsta leik í byrjunarliði. Keflavíkar eru komnir í 2-0 og ég held að Eyjamenn geta hvatt þessa titilbaráttu úr þessu. Það er líka ýmislegt að gerast á Laugardalsvelli fyrir rólegu síðari hálfleikur hjá Fram og FH 1-0 fyrir FH. Gunnar Kristjánsson skoraði í fyrri hálfleik og þarna var hann nálægt því að bæta við öðru marki en 1-0 fyrir FH. Já, Arnór hefur að koma að skora. Nei, Keflvíkingar voru að skora. Við þetta sjáum þetta ekki til við leifur. Við erum að geta þar. Það var Arnór Ingvi Traustason sem skoraði. Keflavík komin í 2-0. Hér er staðan 0-0. 15 mínútur eftir. Það kemur skiptingin hérna frá Finni Orra en boltinn hérna að Hilmari og innkastið eiga Blikar. Sendi hér inn á Andra Rapp en
sparkar þessi burtu. Elvar skallar þetta frá. Guðmundur Kristjánsson. Reynir að koma boltanum á Arnór og Arnór nær boltanum, vel gert hjá Arnóri, gerir þetta laglega. Arnór og hann er tekinn niður. Hilmar brotlegur og Gunnar Jarl dæmir aukaspyrnu. Ég er hrifinn af Gunnar, hann er tvígangun eiga möguleika að gefa spjald, sleppir því til hvers. Já, sko, stemmingin í leiknum er einhvern veginn þannig að það er óþarfi og bara geysilega góður, hvað má segja, leikskilningur dómarans í þessum tilvíkum að það þarf ekkert að veifa einhvern spjöld undir að stoppa eitt eða neitt, hann er bara með þetta allt undir fullkomnustjórn. Hér er það Kristinn Jónsson með frábæran vinstri fót og það er að nýta vindinn, skjóta boltanum framhjá Arnari Má Björgvinssyni á gulurskónum, tekst honum það, skimar hann í kringum sig, hér kemur aukaspyrnan og framhjá. Það er svo mikilvægt Arnar í svona stöðu að hitta boltanum á markið, fá allavega vörslu. Já, 10. Keflavík. Já, 2-0 fyrir Keflvíkinga. Hér vinna Eyjamenn boltan og þarna er góð sending inn fyrir. Þetta er Dennis Sidnig og hann fær hérna boltan. Þarna á flestingin og Eyjamenn eru komnir inn í þetta aftur. Dennis Sidnig að minka munin í 2-1 á 77. mínútu. Það er líf ennþá í Eyjamennum. Já, Dennis Sidning að halda líf í vonum Eyjamanna. Eyjamenn verið frábærar þessari leiktíð og það er ekki hægt annað en að dástað að liðinu sem Heimir Hallgrímsson er með hörkulið. Við sjáum við að Grindavík Ondo að skora og þá var hann komið í hvað einhver 13 mörk og það er skipting í höndum hjá Stjörnunni en Blikarnir taka þess að spilnu. Ég held að Sjelis Bang og Ondo hafi verið fyrirliði Grindvíkinga í dag. Það las ég það í morgun. Já, hér er það Kristinn Jónsson og Kristinn með sendinguna og skalli frá Andra Rafni en þetta var rétt fram hjá Fítilrönn. Já, virkilega vel gert. Það kom svona flatur bolti, ekki hálfgjörður bananabolti fyrir vörðin, heldur þrýstir Kristinn Jónsson boltanum hann fyrir og Andri nær að skera línuna og er bara ekkert langt frá því að skora fyrir Breiðablik. Sjáum þetta þarna betur. Þetta er bara myndin metir fram hjá. Hafsteinn Rúnar Helgason sem að er nú búinn að eiga lengi í meðstum. Tómur Reyni er það ekki rétt hjá mjög sakkjari. Suðunisjamaður. Örfættur, það eru 10. Laugardal. Já, seinni hálfleikurinn hefur verið rólegur en það er að færast meira lífið í þetta. Hér eru F-áingar Atli Viðar Björnsson, hann sendir boltan út. Gunnar Kristjánsson og hann er að skora frábært mark fyrir F-áinga. Gunnar Kristjánsson að skora sitt annað mark á 79. mínútu. Hann er búinn að skora 2. F-áingar komnir í 2-0 gegn Frömmurum og nú veldur þetta allt á leiknum í Garðabæ. Ef að Stjörnumenn á að skora þá verða F-áingar Íslandsmeistarar. Já, hér er Arnar Már að brjótast í gegn en Blikarnir á að bjarga þessu. Þetta var stórhættulegt. Þá kemur Olgeir og hann með sendinguna fram. Og hvað gera það núna? Kristinn Steindórsson með boltan. Og sendingin henni fyrir Andri Nærólm ekki. Kristinn hann í baráttunni. Og mikill ákvæði þarna. Kristinn Nærólm gerir þetta vel. Hvað ætlar hann að gera? Renni boltan tilbaka á Jökul. Jökul Elisabethsson. F-áingarnir komið í 2-0 og gera það sem þeir þurfa að gera á Guðmundur. Sjáum þetta rétt fram hjá markinu. Flugið á boltanum. Þetta var ekki mikill afgangur að þessu. Nei, manni fannst eins og Bjarni Þórður væri hættur við að henda sér eftir honum. Það var mjög gott sko að sjá hann að svifið á boltanum, frábæð myndataka. Hann er eins og, hann hætti við að fara í vinkilinn á síðustu stundaboltin. Hann er svo frisbeediskur. Það er alveg ljóst að Blikar er ekki með samning til selektumboði því að boltinn hann ákvað að beygja framhjá og henda sér framhjá stönginu við þessum megin. Já, hann sem taka stefnuljós. Gefa stefnuljós, hér er Blikarnir 10 mínútur eftir. 10 mínútur. Kannski 13 mínútur allt í allt. Og hér er Kristinn Jónsson. Og Kristinn skeiðar áfram. Það var á þessum tíma í leiknum sem að Blikarnir hafa verið gríðarlega kraftmiklir, skorað grimmt. Stjarnan hins vegar að fá á sig mörk á síðasta korterinu í leikjónum. Blikarnir skorað 10 mörk á síðasta korterinu og þar á 6 mörk frá 80. mínútu en meðan að Stjarnan hefur verið að fá á sig 11 mörk á síðustu 10 mínútunum 5 mörk 11 mörk á síðustu 10 mínútunum. Hér er Elvar
og Álgeir Kristinn rúlar hérna í rólegheitunum hjá Blikunum. Þeir eru ekki mikið að færa sig framar en það er alltaf mikið eftir þessum leiklefi til þess að þið geti farið að reyna þetta. Já, alltaf mikið og stjörnumenn eru og hafa verið mjög beinskittir fram á við og þeir eru sjáðu hérna núna vinnaði boltan að hættulust aðeins og það er gert í leiknum. Þorvaldur og bolti tilbaka Björn Pálsson, Ólafur Karl Arnar út í kantinum. Arnar tekur sprettinn, strauir inn á miðuna, skilur boltan eftir fyrir Björn Pálsson, hann stíkur Rónanda fram, Arnar nær honum, blikarnir ekki nógu nálægt honum. Hvað gerir Arnar reynir að þræða hann í gegn, það gengur ekki, Kristinn Jónsson nær honum. Kristinn yfirvegaður, kemur hann á Jökul tilbaka á Guðmund og Guðmund með langa sendingu fram. Reyna að fá Hauk Baldursson inn í leikinn og hér er það Hafsteinn Rúnar og Haukur gerir það mundir hann. Ekki nökkaspilna en þetta var dálítið óþægileg byrsta hjá Steini. 8 mínútur eftir. Elvar Freyr en hann tapar hann á boltanum. Halldór Orrinar og skilur hann tilbaka á Þorvald en Björn Pálsson, Andri Rapp gerir þetta vel. Björn vildi þarna á aukaspilnu og skilur ekki fyrir þessu. Fekkur hann högg á meðbrotin. Hér löngsending fram að Rámstaða Arnar Már fyrir innan. Blikarnir geta þá anda léttar í bili. Tíð úr Keflavík. Eyjamenn eru að fá vítaspyrnu í Keflavík. Albert Sævarsson sem skoraði gegn Selfyssingum. En Lassi Jörgvís er með frá Alberti. Eyjamenn hefðu getað jafnað hann og sett þvílíka spennu í þetta. En Albert Sævarsson klikkar á víti og staðan ennþá 2-1 fyrir Keflvíkinga. Já, dýrt er það í Keflavík. Hér eru 7 mínútur eftir. Blikarnir með boltan í afturstu vörn, Jökull er núna aftastur. Saman þetta svona vantar svona pínlítið leiðsögn. Þessi strákar 7 þeirra eins og við umfegðan eru 21 árs og yngri, þannig að ekki þessi reynsla í þessum stóru leikjum þó þeir hafi verið að vinna yngri flokkunum lefur, þá er það bara allt annað. Já, þeir reyndar unnur náttúrulega bikarinn í fyrra og það hjálpar þeim klárlega í undirbúningi fyrir eitt svona stakan úrslitaleik og nýtist þeim vel. Þeir hafi vissulega verið sviðskrekkur og þetta er náttúrulega hverginar í búið. Þetta eru langar 10 mínútur sem við erum eftir þetta. En þeir eru hins vegar skynsamir núna á handakettinum og Stjarnan skorar ekki með hann. Nei, við sjáum að Stjörnum er ekkert að reyna að sækja hér í boltan. Káir komið í 3-0, Baldur Sigurðsson að skora. Kemur sendingi fram á Hauk Baldursson og Haukur. Þetta er hún minna með þessa sendingu og Algeir keirir hérna og Algeir gerir þetta vel og Katarinn gera það er ekki jafnvægi og lendir hérna í samstöðu við Tryggva Svein Bjarnason og dómarinn Gunnar Jörg stöðvar leikinn strax höfuðhögg og það er ekki mann að ræðan að flytta strax. Tryggvi nuttar hér höfuðsvörðinn. Eilítið dreigið af stjörnumönnum fram á því fyrst mér Arnar vantar svolítið að Arnar Már Björgvinsson sé að koma á hlaupunum upp hægri vanginn eins og hann gerði mjög vel í fyrri hálfleik og þar lendi náður ekki að fylla línundar eins og talaður að sóknarleiknum. Þetta lengir leikinn þegar það er athyglisvert í leikjum Stjörnunar 81 mark, 3,85 meðaltali, ekkert mark í þessum leik og það segir okkur svolítið að hjú spennandi mikil í leiknum, hjá leikunum og Blikunum. Þannig fyrir leikinn boltinn inn á teginu. Hér missir Elvar á boltanum, Arnór kemur knettinum í burtu, Andri Rapp og Kristinn tilbaka á nafni hans Jónsson en okkur skipta sig 10. laugardag. Já, F-fóðingar 2-0 yfir gegn Fram og hér eru þeir að vinna boltan. Og þetta er Atli Viðar Björnsson. Hann er að skora og skora sitt 14. mark í deildinni. Hann er markahæstur ásamt Alfreði Finnbogasyni. F-fóðingar komnir í 3-0 og þeir eru að klára Framarana. Já, Atli Viðar að skora þá 14. mark sitt. Hann mista markakóngstitlinum í fyrra drengurinn. Þegar Björgum í Tækjahúsa skoraði í álokasprettinum. Hér eru 4 mínútur rúmar eftir að þessum leik, 7 tími.
Ég held að við áttum að halda okkur hér á þessum hölli þar til að við vitum hvað að gerast. Þetta leikurinn þar sem að úrslitin ráðast. Ef að Stjarnan skorar þá þeir að setja FH-inga í kjörstöðu. Það vantar kannski nokkur mörk upp á FH-inga, þeir geti unnið þetta á markamun. FH-ingar unnið 5 síðustu leiki og eru að spila gríðarlega vel. Þeir eru frábæra móti Keflavík í 8 marka leik. Hafsteinn Rúnar, boltinn hann til okkur, Kristinn tekur hann viðstöðlust. Jökull nær ekki til boltans, Elvar, við sjáum að þetta eru svona belti stórkallar eitt af blikunum. Það var Stjörnumenn kraftið þess að skora. Það stóra spurningi eins og þú nefndir Leifur, það alltaf dregið á þeim. Það mikið dregið á reyndar báðum liðum. Spennan verða óbærileg hér hjá blikunum. Nú koma stóru kallunar upp á Stjörnumönnum í förstu leikadriði og það opnar líka náttúrulega vörðinni hjá þeim. Já, hér kemur Jökull, hann með langa sendingu fram við. Það engin blíki sem þarna nálagt og boltinn fer út af 3 mínútur eftir. Gæti á næstu mínútum ræðst af hvort að blikarnir ná að verða Íslandsmeistarar í fyrsta sinn. Daniel Laxdal með fína sendingu á Arnarmann og hann stíkur fram með Halldór Orra 5 metrum. Olgeir nær boltanum. Já, skýrsamlegur Olgeir hérna, kemur sendingi fram og hér kemur, hann dæmir aukaspyrnu. Aðstoðardómarinn dæmir aukaspyrnu. Já, aðstoðardómarinn flaggaði þarna og gaf merki að brot kannski sást ekki nógu vel. Haukur Baldursson fara hann aftan í Hafsteinn Rúnar. 10. Keflavík. Já, hér eru Keflvíkingar í stórsókn og þetta 3-1 fyrir Keflvíkinga. Magnús Sverrir Þorsteinsson sem að skora fyrir Keflvíkinga. Þeir eru konið í 3-1 og nú veltur þetta allt á leiknum í Garðabæ. Ef blikar halda út þá verða þeir Íslandsmeistarar. Já, hér eru 2 mínútur eftir. Kristinn Steindórsson, ég held að vera hér á þessum velli því að hér ræðist þetta, það alveg ljóst hvort að blikarnir ná að halda þetta út. Þeir eru ekki líklegir til þess að skora Leifur Garðarsson á þeim skamma tíma eins og staðinn núna. Já, þeir eru svolítið fattir í það blikar að halda knetturum inn að liðsins og ekki kannski sækja of dýrt fram á við en eins og við komum inn og líka það dreigir verulega af Stjörnumönnum og þeir eru kannski ekki líklegir heldur þannig að það er eins og að séu svona menn eru svolítið sattir eins og leikurinn hefur þróast núna en það eru örugglega bætt við einhverjum 4-5 mínútum, ég trúi ekki annað. Jóhann Ólafur, markvörður, að skora, Selfoss Grindavík, 5-1. Já, þetta er svona stórmeistarijafntefli, Haukur að koma inn á. Guðmundur Kristjánsson, nei. Það eru Stjörnumenn sem eru að skipta. Blikarnir eru að skipta líka. Það er Hilmar sem er að fara velli. Heiðar Ingi kom hann inn á fyrir Stjörnuna þar og það er 10. Keflavík. Já, hér eru Keflvíkingar í sókn, þeir eru 3-1 yfir. Og hér eru þeir að skora 4. markið. Þetta er Bojan Stefán Lúbisits kom inn á sem varamaður þessi ungi strákur 4-1 yfir á Garðabæinn. Já, hér er skiptingin Haukur Baldursson og Tómas Óli Garðarsson kom inn og Tómas Óli átti þessa frábæru sendingu í síðasta leik sem að skilaði 3. markinu móti Selfossi. Strákur sem að þeir eru ekki 17 fyrir eftir í byrjun október. Þetta lengir leikinn, leiktíminn er búinn, 90 mínútur þeir eru búnar en uppbóta tíminn. Ég tók ekki eftir í stærinu hérna hversu langur hann er. ég held að einfallega að Guðmundur aðstoðardómari hafa ekki lyft. Hann var svo mikið ekki honum að skipta þeim mölnum inn á það. Hér er koma Stjörnumenn, Ólafur Karl, Kristinn Jónsson, öruggur og yfirvegari í sínu leik. Þetta er aukaspyrna brotið á Kristni. Já, mínum mati besti leikmaður líka í dag Arnar Kristinn Jónsson. Nú er geysilega öruggur á boltanum, föst leikadrið, hann er góður spilnumaður og hann er búinn að vera mínum mati sá sterkasti í liði Blika í dag. Já, hér er
Skammt eftir að leiknum Kristinn var að fiska þarna aukaspyrnu. Mínúta ef að dómari bætir ekki við nema 2 mínútum. Jú, 2 mínútur í uppbótartíma. Það er svona mörkunum í trúi því að hlýtur að vera meiri. Hér kemur aukaspyrnan, hún er ekki góð og Stjörnumenn á boltanum. Olgeir frumar þessu hátt í loftu. Skorað þá ekki í þessari stöðu, Stjörnumenn. Hér er skammt eftir að leiknum Olgeir hætti í baráttunni. Bjarni Þórður með boltanum 30 sekúndur eftir núna. Og sendingin hérna á Stjörnumenn en þeim missa núta og Blikarnir fá innkast. Blikarnir voru með það hagstaðan markamun að F-fáingar hlutast skora svo gríðarlega mörg og við vitum ekki betur en að staða sér 3-0 þar. Þeir þurfa fleiri mörg F-fáingar, Elvar og Þorvaldur með sendinguna fram. Hvar endar þetta? Og Elvar í baráttunni. Hvar er þetta? Hér er Stjörnumenn og þeir ná boltanum. Daniel Langsdal missir boltanum langt frá sér. Thomas og hér er flautandi leiksloka. Breiðablik er að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Það við best vitum. Þeir ráða sér ekki við kæti. Ólafur Kristjánsson, leiðtogi, tekur hér utan Bjarna Jóhannsson sem var með liðið. Ólafur tók við Breiðabliksliðinu af Bjarna en Breiðablik er það við best vitum að tryggja sér meistaratitilinn. Frábær árangur Blika, fyrsta sinn í sögunni, reynd ótrúleg sjón hér á Stjörnuvelli í Garðabæ. Leifur, þú heldur þessu áfram, ég ætla að bræða mig niður og reyna að ná því skottið á mönnum. Já, skiljanlega frábær fögnuður. Breiðabliksmenn hafa einfaldlega unnið rækilega fyrir þessum titli. Það er búið að taka nokkur ár í uppbyggingu, ungir, efnilegir strákar sem að hafa myndað og búið til þetta lið. Ólafur Helgi Kristjánsson á sjálfsögðu á sannarlega stóran heiðurskilinn, fengið frið til að búa til sigurlið og í dag eru Blikar einfaldlega að uppskera árangur þeirrar uppbyggingar og þess erfiðis. Frábært fótboltalið, þekktir fyrir það að láta boltan rúlla á grasinu og skemmta áhorfendum með sínum leikstíl. Margir ungir leikmenn, hvorki meira minna en 7 leikmenn í liði Breiðabliks, yngri en 21 árs. Þannig að þetta lið hlýtur að fara í bækurnar sem eitt yngsta sigurlið á Íslandsmóti. Og það er ekki flókið, þeir eiga þetta einfaldlega skilið Blikar. Hörður Magnússon er tilbúinn. Já, takk fyrir þetta Leifur. Breiðablik Íslandsmeistari í fótbolta, 10. liðið sem að verður Íslandsmeistari. Strákar Magnús Ingi Tómas Ingi og Magnús Gylfason. Markatala ræður úrslitum á þessu Íslandsmóti. Já, ég man ekki eftir að hún hafi gert það áður. Nei, ég man það ekki heldur og auðvitað lýsir það bara og sýnir hvað er búið að vera rosalega spenna. Við vorum að spá þessu fyrir mót að Breiðablik væri náttúrulega alls ekki dörrugt með að sigra í Garðabænum en það verður raunin að þetta er jafntefli dugði þar sem Eyjamenn nýttu ekki tækifæri sín í Keflavík en þetta er náttúrulega svakaleg spenna og sorgmættir F-fáingar sitja eftir með sáttennið. Arnar Björnsson er klár í viðtöl. Já, hér er Ólafur í hamlögum við Ólaf Björnsson sem er búinn að bíða lengi eftir þessu. Ólafur, gerðu það vist að til hamingju með glasinu. Takk fyrir það. Svona strax eftir leik, hvernig leið þér þetta á hliðarlínunni? Vel. Hefur þú séð liðið þitt einhvern tímann stressaðri leik í sumar? Já, ég hef séð það. Mér fannst þetta svolítið taktísku sigur. Halda hreinu og það var erfitt að spila, það var erfitt að ná marki, það var erfitt að fá færi. Og mér er andskotan sama. Við unnum Íslandsmótið 2010 og það er það sem stendur ykkur. Ólafur, ég verð að nefna það við þig. Þú missir bróður þinn, Hrafnkell Kristjánsson, í vetur. Þið voru nánir vinir, hann frábær íþróttafréttamaður. Hvernig gekk þér að vinna með það í öllum undirbúningi fyrir alla þessa leiki? Já, Hrafnkell er svo stór hluti af mínu lífi að það gaf mér kraft, gaf mér þrek, gaf mér auðmýkt, æruleysi og hann er búinn að vera á axlinn á mér í allt sumar og ég tilenga frá minni hendi
þetta í sumar að mörgu leyti hans minningu og þetta er búið að gefa mér ótrúlegan kraft, mikill missir en lífið er bara svo miklu meira heldur en fótbolti. Ólafur, ég ætla að leyfa þér að njóta þess með drengjónuðinum en innina til hamingju. Takk. Já, við ætlum að reyna að fara í gleðina hérna með Blikunum. Þeir eru að fagna þessum frábæra titli og við reynum að ná í skottið að þeim. Kannski spurning hvort að Hörður Magnússon taki við eða hvað við skulum aðtöku til náum ekki í þá hérna strax. Hér eru þeir að fagna Blikarnir, gríðarleg stemming hjá þeim og þeir hlaupa hérna til stuðningsmanna sinna í gleðinni. Ég ætla að reyna að stela hérna leikmönnum. Ég kom með Finn Orra Margeirsson, Míkanona gamlan, Íslandsmeistari til hamingju með frábæra leikti. Takk fyrir, þetta var algjör snill. Við erum bara vel að þessum kontinentum og það verður fagnað í kvöld. Hvernig leið þér inn á völlinu? Mér leið bara vel. Stressaðir? Það er alltaf stress eftir fyrir svona leiki. Fyrir svona leiki þá finnum maður alltaf aðeins meira stress. Þetta er hálfgerður úrslitaleikur en við bara gerðum það sem gera þurfti. Til hamingju. Takk fyrir. Og hérna er Ingvar Þór Kale sem er búinn að eiga hreint útsatt frábæra leiktíð, varði tvisvar stórkostlega þessum leik. Ingvar, hvernig var að spila þetta? Ég var pínu smeykur undir loki, ég vissi alltaf ekkert staðan var í Keflavík og þannig ég vildi skora mark. Þannig að svo sagði Finnur mér það 4 mínútur eftir að þeir voru 3-1 undir og þá var bara aðeins róli. Þú varðir hérna í seinni hálfleik þegar að eftir tæklinguna sem var hreint ótrúlega, kom aðeins út af línunni eðlilega en þú ferðaði eftir boltanum, þetta var ótrúlega. Já, bara sá hann, bjóð Stefán myndi skjóta alltaf fram þetta og það hefði verið svona gumma P-mark sko en þannig að við sé ekki bara með betra ríflex en Lars Ívar. En þú sérði ekki eftir að hafa farið í Breiðablik? Nei, ég get ekki neitað því. Bikarmeistari og Íslandsmeistari á fyrstu 2 árum og einn titla félagsins þannig að ég er með gríðarlega sterkan mannskap og við höfum þetta bara skilið, ég sé ekki því. Takk fyrir það. Og ég veit þín Hörður. Já, Ingvar Þór Kale frábær í markinu í sumar og Maggi og Tómi, við ætlum að velja hérna lið ársins og fleira að hann nokkuð ljóst að hver verið besti markmaður. Já, við ætlum ekkert að greina frá því en Ingvar var valinn. Ingvar er náttúrulega búinn að vera frábær í allt sumar. Og þessi markvarsla áðan, ég meina, þetta var einn af hápunktum útsendingarnir í dag segi ég, þessi markvarsla hans, hún náttúrulega gerði að verkum að þeir eru Íslandsmeistar í dag, þessi bolti hefði leikið inn endi. En straka Breiðablik, það er grænt og fellur á haustin var hérna talað í gamla daga, en það er ekki lengur og þetta er byrjunum væntanlega á einhverju stærri. Ég er nokkuð viss um það að þessi brandari mun ekki heyrast næstu 10 árin allavega því að þeir eru með frábæra mannskap, flotta yngri flokka og þetta er ekki eins og þessi strákar sé að fara hætt í fótbolta eins og Leifur kom réttilega inn á 7 undir 21. Elísabet Bjarnason sem er búinn að eiga frábæra leik í Jökul. Hvernig er að verða þessi tilfinning að vera meistari? Hún er helvíti góð. Ég hef gert það 2 áður og þetta er ekki verið þetta skipti. Sér eftir að fara í Blikana? Nei, ég get ekki sagt það. Þetta er bara frábært lið, góð þjálfari. Ég verð að fara að taka Óla. Okay. Ólafur Helgi Kristjánsson, hann er sigurvegari dagsins, þessi magnaði þjálfari sem að lék á árum áður með F-ingum og K-ingum í íslenska landsliðinu að Tómas Ingi, þetta er náttúrulega gríðarlega stór sigur fyrir Óla. Já, alveg frábært og við í fyrra var hann nú, heyrði maður þær raddir að það væri verið að pæli að láta hann fara og sem betur fyrir gerðu Blikar það ekki og hann er náttúrulega bara að komast lengra með þetta lið á hverju ári og eins og ég sagði í síðasta þætti, virkar frábær með þessa ungu stráka og ég held að Óli geti gert enn meira við þetta lið og ég held að þeir komið enn sterkari á næsta ári. Maggi, við verðum að hrósa Stjörnunum fyrir baráttunni í þessum leik. Þetta er markalegt jafntefli þegar að vera í frjálsu falli en á þarna jafntefli náttúrulega ekki besti leikur Blika. Já, við getum ekki annað en hrósa þeim því að þeir náttúrulega, þetta var svolítið ákvörðun úr fótboltaheiminum
á þá að standa sig í þessu leik til að gera þetta mót eitthvað spennandi. Þeir gerðu það svo sannarlega, veittu fína mótspyrnu, voru nálægt í að skora nokkrum í leiknum og eins og ég segi, Stjarnan var aðeins líklegri til að vinna þennan leik heldur Breiðablik, en Óli kom inn á það, mjög taktískt sterkt, þeir eru greinilega vita af stöðinu og öðrum völlum og Breiðablik klára þetta bara eins og meisturinn sænir þráttur þessi að vinna markatöluhötti og með ekki gleyma því, þeir eru búin að skemmta okkur mest í sumar, eru margíktryggað búin að koma inn á það, þeir hafa spilað skemmtilegasta fótboltann, skora mest og við viljum þetta þegar að lið eru hvort sem það er Íslandsmeistara, Evrópumeistara, heimsmeistara, það séu liðin sem spila skemmtilegasta fótboltann og það er svo sannarlega við í þessu tilviki að mínu mati. Ég verð samt aðeins að leiðrétta því að það voru F-langar sem skoruðu 48 mörkum. Fóru þeir upp fyrir þá? Já, þeir eru með besta markahlutfalli. Besta markahlutfalli, þannig að það eru munur hátta 7 mörkum, Tómas Ingi. Þetta er mjög athyglisverður endir á þessu móti. Já, og eins og við tölum áðan, það er bara, mótið var jafnt og það voru þarna 3 lið í lokin sem gátu tekið þetta og ég verð að segja það náttúrulega byrjun FH í sumar, olli náttúrulega því að þeir náðu ekki að vinna þetta. Blikarnir hafa verið jafnt og þétt, vel spilandi í allt sumar, burt sér frá kannski 1-2 leikjum og ég verð að segja það og hérna meina það. Þetta er besta liðið á Íslandi í dag. Arnar Björnsson aftur. Bjarni Jóhannsson þjálfaði lið Breiðabliks og þekkir því ansi vel til í herbúðum þeirra. Bjarni, þið gáðu þeim bjuggu til hörkuleik fyrir það. Já, við náttúrulega, þetta var bara, fyrir okkur var þetta bara 1 leikur á 22 og það var engin ástæða til að vera með neina kurteisir í dag en spiluðum ágætlega í dag og þannig að þetta var hörkuleikur en ég vil nú kannski byrja á því að óska Breiðablik til hamingju með þetta. Þetta var frábær sumar og flottur titill fyrir þá. Þú stendur á hliðarlínunni og horfir á Íslandsmótið, þessar 22 umferðir. Blikarnir verðið meistarar? Já, það er alveg klárt og það hefði svo sem Vestmannaeyingarnir orðið líka ef þeir hefðu klárað sér leiki í Keflavík en frábær lið þarna á ferð. Maður spyr hvað þú ætlar að gera. Það er svona kvisast í ýmsum skúmaskotum og þú sett á leiðinni frá Stjörnunni. Er eitthvað hæft í því? Já, við náttúrulega bara hefum svona aðeins kíkt á þetta og svo kemur þetta bara í ljós eftir helgi. Þú ert ekkert á leiðinni til annarra liða? Nei, það er ekki eins og staðan er núna. Viltu vera áfram? Já, þetta lítur ágætt út hjá okkur og ég er að klára núna 3 ára samningin sem að ég tók þetta að mér hérna þegar Stjarnan var hérna í neðarlega í fyrstdeildinni og nú er það búið og nú erum við bara að kíkja á hvað við getum gert. Takk fyrir að Bjarni. Og það er verið að bera hérna inn á pallana til þess að afhenda verðlaunin. Við eigum eftir að heyra hérna í fleirum. Ég eftir að spurja Ólaf Kristjánsson einnar stórrar spurningar og það er kannski rétt að við fáum svarið því núna. Hér kemur hann, Ólafur. Stóra spurningin verður þú áfram með Breiðabliksliðið? Já, í kvöld allavega. Ég blessa þessar leigubílasögur sem er að ganga. Það eru nú svo hallærislegar að hálfa vera nóg. Við ætlum að fagna þessu núna og svo setjumst við niður og skoðum hvað við getum gert í framhaldinu, hvort við getum ekki gert eitthvað betur og mér finnst það bara fyndið hvernig þessu sögur aðferði í gang. Ég hugsi að fara í leigubíl í kvöld og sjá hvort ég heyri ekki eitthvað þar. Þetta er langað til að vera áfram með þetta liðin? Já, sjálfsög. Horfðu á þessu snillinga. Þetta er náttúrulega hver snillingurinn á fætur öðrum hérna og við erum rétt að byrja. Takk fyrir það. Á yfir til ykkar. Ólafur Helgi Kristjánsson verður áfram hjá Blikum og hann náttúrulega, þetta er hans 4. tímabil og þarna er náttúrulega meira að minna allt uppaldir leikmenn. Já, þeir hérna svissuðu vel eins og við komum inn á daginn. Já, ég ætla nú að byrja á því, ég hef nú ekki allar búin að komast af með það óskar eftir hamingju við Tommy og ég ætla nú að ítreka það hér. En við sem sagt, þeir svissuðu alveg þarna í, ég veit ekki hvort þau segja í hrunnu eða núna í fyrra og eru núna með eiginlega allt heimamenn eins og var búið að kalla á það í mörg ár. Þeir eru átt mikið efnilegu mönnum og þetta er að ég held bara, auðvitað Jökull ekki uppalinn og Kári er ekki uppalinn og Kali er ekki uppalinn. Restin er það líklega. Já, restin er það líklega. Spurning með Alfred, hann kemur að í öðru flokk eða einhverjum frá Fjölni en þetta er meira og minna ungir efnilegst Blikar og frábært fótboltalið. Ég held að sé best bara að Arnar Björnsson lýsi því þegar Íslandsbikarinn fer á lofti í Garðabænum.
skipta treyjur, komnir í sínar grænu heimatreyjur og hér eru þeir forystumenn knattspyrnusambandsins Þórir Hákonarson og Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ. Jón Gunnarsson stendur hér álendar með bikarinn. Hér eru þessir ungu strákar að taka við sigurlaunum. Haukur Baldursson að fá medalíuna, Guðmundur Kristjánsson, Arnór Sveinn Aðarsteinsson með blika fánan á lofti og við hliðina á honum Árni Kristinn Gunnarsson, búinn að vera lengi hjá félaginu og var ekki með í dag en er einn af þessum hlekkjum í liðinu. Jökull Elísabetarsson sem kom til liðsins frá Víkingi, Finnur Orri Margeirsson þessi 19 ára strákur var hér penninginn og Andri Rapp Jáman 18 ára gamall taka hér við verðlaunum sínum hver á fætur öðrum. Þetta unga og ekki lengur efnilega lið, þetta er góða lið, Íslandsmeistararnir og þeir eru hér á pallinum bíð eftir því að fá að lyfta stóra bikarnum. Breiðablik 10. liðið til þess að vinna Íslandsmeistaratitilinn í 99 ára sögu deildarkeppninnar og Jón Gunnarsson stendur með hann stoltur, sjálfur margreyndur í þessum fræðum, tók við bikarnum hér með Skagamunum á sínum tíma. En hér eru það Blikarnir. Nýja Spútnik-liðið í fótboltanum, þessir strákar. Alfreð Finnbogason er hér að fá verðlaunin sín. Frábær leiktíð hjá honum. Kristinn Jónsson, tvítugur og við hliðina á honum jafnaldri hans, Kristinn Steindórsson, 12 marka maður á Íslandsmótinu. Guðmundur Pétursson sem er meiddur og verður frá í 12 mánuði og hann er að fara í aðgerð. En í dag skiptir það ekki máli, það er að taka þátt í gleðinni. Íslandsmeistari 2010. Sigmar Ingi, varamarkvörður og Ingvar Þór Kale sem átti auðvitað gríðarlega öfluga innkomu í lið Blika. Varði á þýðingarmiklum augnablikum, trekk í trekk. Hér eru meistararnir á pallinum tilbúnir að lyfta þeim stóra. Og síðan er það spurningin hvað gerist í kjölfarið. F-áingar áttu á sínu tíma möguleika að verða Íslandsmeistari. Þurftu síðan að bíða í hálfan annan áratug eftir titilinum. Þá tók við glæsilegu tími sem er svo sannarlega ekki runnin og enda. Þótt svo að F-áingar hafi ekki náð að vinna Íslandsmeistaratitilinn, bikarmeistarar á þessari leiktíð. Frábært lið, en þeir misstígu sig aðeins framan af móti. Og hér er Geir Þorsteinsson kominn með bikarinn. Og hann gengur hér að Kára Ársælssyni. Kári Ársælsson, fyrirliði Breiðabliks, tekur hér við bikarnum. Breiðablik er Íslandsmeistari 2010 og Blikarnir fagna þessu. Holger og Kári lyfta bikarnum og þeir arga alla leið yfir í Kópavoginn. Mikil gleði hér á Stjörnuvellinum í Garðabæ. Fyrir 16 árum björguðu Blika sér hér á þessu velli, héldu lífi sínu í deildinni. Hálfum öðrum áratug síðan eru þeir á sama stað, Íslandsmeistarar, koma breytist þetta það. Sjáum Blikana fagna þessu. Ég ætla að reyna að heyra hérna aðeins í fleirum árum en við hættum þessu. Þeir eru kampakátir hér á pallinum. Þeir taka hér við honum hver á fætur öðrum og svo syngjaður og tralla Blikarnir á. Spurning hvort að við reynum að
sérstaklega sem þessi leikur var í járnum allan tíman og sérstaklega fyrir áleik voru Stjörnumenn líklegri þannig að mér leiði alls ekki vel en gat ekki horft á mikið af hotspinnu sem þeir fengu en núna líður mér vel. Njóttuðu sigursins. Já, takk fyrir það. Já, ég ætla að senda boltana til þig, Karl. Arnar Björnsson, sjáum hérna Alfred Finnbogason sem var í leikbann í þessum leik. Hann markakóngur ásamt alltaf Viðari Björnsssyni og Gils Mbang Ondo. Allir skoruðu 14 mörk, þannig að þeir eru markakóngar en væntanlega fer gullskór Adidas til Ondo þar sem hann spilaði fæstu leikina með ekki. Markakóngar sumarsins og KSÍ eru þessi þrír og eru bara mjög vel að þessu komnir. Við spáðum nú Ondo verði mjög erfiður í sumar og það var nú raunin áþáttur að liðið hans var nú ekki að spila vel á köflum og endaði mótið ekki fallega. Tómas Ingi, nú þekkir náttúrulega vel til í Kópavoginum þar sem þú þjálfar HK. Fagna HK-menn þessu? Já, ég held að sumir fagniði og aðrir ekki. Er þetta ekki bara allt svoleiðis? Ég meina, ég fagna þessu. Mér finnst þetta frábært af því að mér finnst Breiðablik eiga þetta skilið. Þeir eru búin að vera að byggja upp í langa tíma. Við sjáum yngri flokkastarfi hjá þeim og hjá HK líka, svo ég komi HK líka. Þá eru þessi lið í úrslitum í 3. og 4. flokki karla og frábær árangur bara í Kópavogi yfirleitt. Þannig að, nei, ég er nú ekki viss um allir fagnið þessu. Það er öfund sem að býr líka að baki. Maggi, sjáum þetta Kára Ásalsson sem var í banni. Blikarnir voru taugastrektir eðlilega í þessum leik en mann hafði aldrei á tilfinningunum nema kannski þarna Ingvar Kali varði að þeir myndu tapa þessu leik. Nei, það var aldrei svo tilfinning í gangi en það þurfti náttúrulega svo lítið. 1 færi, 1 bolti að detta inn. Það var allt í háalótt og við vorum ekki að fylgjast með hvað var að gerast á hinum völlunum. Ég vil meina að náttúrulega einn af öðru vendipunktum enn og aftur markmaður sem að verður til þess að það er einn af vendipunktum mótsins er náttúrulega að Albert Sævarsson brennir að víti í Keflavík þegar eru 10 mínútur eftir að leiknum. Þar er hann getað jafnað fyrir Eyjamenn. Þá, sko, þetta var spennandi, en þá fyrst hefði orðið áspenna. Þá gáttu Eyjamenn orðið meistarar á marki. Þá hefðu kannski Blikarnir hugsað svo, jafntefli er ekki að duga okkur, hætt sig framan á völlin og þá allt farið í háaloft. Guðmundur Kristjánsson er komin í viðtal við Adda Björns. Hérna er með Harry Jastin Guðmundur Kristjánsson sem er með þessa gullmedalið. Ekki bítið hana fyrir mig? Er þetta ekta? Ég vona það, annars get ég ekki selt þetta. Til hamingju. Takk kærlega fyrir það. Þetta er búið að vera svona rúsímanna reið hjá okkur og þið er búin að vera frábærar á köflum en þessi leikur var svolítið erfið. Já, við náttúrulega þurftum að skora en svo í lokinn þá vissum við að við værum með þetta ef við hefðum jafntefli þannig að við fórum að halda boltanum og vinna að skila sér. Hvað vissuð þið gang mann annars? Ég sjálfur sér vissi ekkert fyrir en bara seint í leiknum. Þannig að við ákveðum að spila bara leikinn og reyna að vinna hann og í lokinn ef við þyrftum að skora fleiri mörk þá. Hvað með framtíð þessa liðs? Það voru náttúrulega kollnúti strákar, fullt af liðum sem eru spennandi annar staðar. Hvað haldið þið að þið haldið mörgum að það? Já, það er náttúrulega ekkert lið jafn spennandi á Breiðablik Íslandi en eflaust reyna einhverju fyrir sér í atvinnumennsku en við reynum bara að halda þeim leikmennum sem við getum en ég meina það er náttúrulega að reyna að finna næsta stökkpall. 7 leikmenn í liðinu sem byrja í dag sem eru 21 árs og yngri þannig að þetta er nú sennilega með líkamstileitt að yngstu liður sem orðið í meistari. Já, við komum vel út í kreppuna á sínum tíma og þeir útlendingar sem fyrir voru þeir, já, hvort ekki lengur verið hérna þannig að við þurfum að treysta á yngri menn og það er bara að skila sér núna. Menn eru orðin reynslu meiri og við höfum verið stígandi í liðinu undanfarin ár og þetta er að skila sér núna bara. Til hamingju njóttu sigur í sig. Takk kærlega fyrir það. Já, við ætlum að fara að ljúka þessari útsendingu frá Stjörnuvelli þar sem að Breiðablik varð Íslandsmeistari í fyrsta skipti í þeirra sögu. Við ætlum hins vegar að taka okkur örstutt hlé og síðan hefst lokaþáttur Pepsi-markana með Magga Gylfa og Tómas Inga þar sem að við gerum upp þessa lokaumferð lið ársins, þjálfara ársins, leikmann ársins og ég veit ekki hvað. En aðeins aftur á Stjörnuvöll. Sem að hefur nú viljað spila þennan leik og hefur ekki liðið vel yfir stúku. Alfred Finnbogason, hvernig var að vera óvirkur leikmaður í dag? Það er alltaf ekki að gera mönnum eins og mér þetta, bara þurfa að vera hann í 90 mínútur. Þetta er skelfilegt, ég var að taugum alla tíman. Það er nú ekkert skemmt fyrir að setja eitt mark þannig að maður getur róið sig en útgáfan, við grátum hann ekki. Eru hvað einhverjir þrír með 14 mörk? Svona
dagar í handabökin, það ekki mikið tækifæri til að skora það 15? Já, ég meina, mann í gull sko. Ég veit ekki hvernig það fór, ég er alls saman, við erum Íslandsmeistarar og ég er sáttur. Eru 3 með 14 mörk og er þá ekki spurning hvað eru búin að spila marga leiki, þannig að það þarf að vera reiknað át? Já, Þér er alveg saman? Mér er alls saman, við erum Íslandsmeistarar og hafa takmarkið og það er frábært. Hvernig fannst þér að vera að horfa á leik liðsins? Mér fannst svona ekki gamli blíkatakturinn eins og oft í sumar í leiknum í dag. Nei, það er bara eðlilegt þessi taugaspenna. Mikið undir stærsti leikur í sögu félagsins og já, ég meina, það man ekki hvernig þessi leikur var eftir 10 ár. Það mun allir að þetta var í fyrstu titill í Blika og það er stendur upp úr í dag. Þú sjálfur með vita það að þú stefnir að atvinnumennsku, er eitthvað að gerast í því? Það kemur bara ljós, ég ætla að fagna í kvöld og svo kemur það bara ljós. Fljóttu þess. Takk fyrir það. Yfir til ykkar.